Jólagjöfin í ár spurningaspilið Bíóblaður. Hvað veist þú kvikmyndir? Jóhann, gaman að sjá þig. Takk. Það langt sem þú komst síðast til mín. Tóku ekki síðast topp 10 myndir? Jú, það ekki. Jú, ég held það. Og það var ég held að það verið 3 tímar. Hvað var það aftur? Það var topp 10 myndina mínar, eða ekki? Jú. Þú veist, nú mann ég ekki einu sinni, sko. Hver var númer 1 hér? Jú, númer 1 hlýtur að hafa verið... Var ekki Clockwork? Clockwork Orange. Já. Og þú varst líka að breyta aðeins í byrjuninni og koma á sér intro, ég elska það. Já, byrju, já. Þú svissar út. Já. Þú svissar út 2 myndum. Já, það settur ekki Truman Show inn fyrir Into the Wild. Into the Wild, jú. Já, minni það. Ég gat eiginlega ekki, sko. Truman Show bara alltaf góð. Þú mér þess að hafði samband svo finnst þú hafði samband mig, minni mig. Var það ekki bara seinum daginn eftir þú tókum upp? Sagði bara, herðu, ég búin að hugsta. Jú, nei, þetta var daginn eftir. Daginn eftir. Já. Bara mér langar svo að hafa Truman Show. Þá stakk ég upp á, ég er ekki byrjað að klippa þátt. Já, gerði ég svona myndband. Já, ekki bara hafa smá intro, það var bara skemmtilegt. Mjög gaman. Þannig að við erum vanir að gera langa þætti. Þú erum oftast komið inn í einhver svaka spjöld. Ég bara þú veist, ég búið til topp 100 kvikmyndalista. Okay. Við erum ekki að fara að gera þátt í kringum hann. Það er svolítið langur þáttur. Já, en það er ógeðslega erfitt, sko. Og ég kom með 80-ish myndir. Og svo fer það upp í 90 og þá skafa ég af aftur, þú veist. En ertu með þetta líka þá rankað? Nei, ég mynd get númer það 60, ekki. Ég get það ekki, nei. Eða, þú veist, kannski gæti ég gert það. Það myndi að taka bara helmingi við lengri tíma. Ég er búin að vera í ár að taka myndir út, taka myndir inn, setja fæl sem svona myndir til þess að horfa aftur, annar fæl sem svona, þú veist, honorable mention, svona, hann kemst ekki inn á, þú veist, þetta er ógeðslega fucking erfitt. Þetta er erfitt. Sérstaklega í lokin, sko. Þegar þú veist, Ertu þannig að þú ert komin að nær svona hunda, að þú veist, þú ert að klára listan? Já, og ég líka þannig, þá er ég bara svona, ok, ég á eftir að sjá Metropolis, þú veist, ég get ekki gert þennan lista fyrir en ég er búin að koma svona myndir inn sem átt eftir að sjá. En það er svo margar samt, ég veit það. Svo þurfa að horfa á Metropolis, svo er einhver annars, alltaf, ég átti að þessa. Ég veit það. Og svo alltaf þú erum 75 ára og listir ekki búið. Já. Ég horfði á til dæmis líka einhverjar Chaplin myndir, þú veist, Kid aftur horfði ég, myndi að hún hafi verið svo skemmtileg. Modern Times. Er það ekki Modern Times? Jú, Modern Times. Ég man ekki hvort ég horfði á hann aftur. En síðan horfði ég á þessar myndir og þá er ég bara svona, já, þetta er fínt, en nei, skilur. Og ég er með svona, þú veist, þetta þarf að snerta mig djúpt, sko, ef myndir eru góðar. Og það er náttúrulega bara út af þetta persónulega listi. Þá er þetta ekki þannig að, þú veist, þetta er eitthvað svona, hvað er tæknilega gott, hvað er svona akadíminn myndi velja, skilur, ég hunsa það alltaf. En þú getur það líka, því að þetta er þinn listi. Þetta er minn listi. Það er ekkert rétt að rátt. Persónulegt, sko. Já. Algjörlega persónulegt. Þetta er sem ég sá bara daginn, þá var einhverju leikstur að beðnir að velja sínar topp 10 myndir. Það var listi fyrir held ég eitthvað tímarit, eitthvað síðu eitthvað. Já. Og þeir eru allir með eitthvað ólíkt. Jú, kannski einu og einn mynd, skilur, kannski margir með 2001 eða eitthvað, en samt alveg frekar fjölbreytt. Já, og svo er líka það að velja 100 myndir, ekki bara til þess að velja þar, heldur líka til þess að skrifa, þú veist, ok, af hverju er hún svona bara 2-3 setningar myndina. Þú veist, eins og til dæmis Indiana Jones. Fyrsta bara. Það er gett gaman að reyna að brjóta heilan og af hverju er hún svona ógeðslega góð? Og ég hef séð hana mörgur sinnum, sko. Það er náttúrulega, þú veist, ok, actionatriðin eru náttúrulega bara top notch. Það er ekki til betra. 10. Þetta er 10, skilur við, bara. 10. En það er líka, þú veist, boðskapurinn, það er líka eitthvað svona sem við verðum að segja undir, svona eins og það sem, þú veist, what's really being said, eins og Tarantino segir hann Top Gun, þegar hann var að gera grína Top Gun hann. En það er alltaf bara hans kenning. Hann var að djóka, sko. En var það að Hann var að djóka, hann er búin að viðkynna að hann var að djóka. Já, ok, hann var að djóka. Já. Ok. Ég held að það væri bara þetta var bara grín, hans sko. pæling Nei, í kringum fuck, nei. Ok, ég held það. Hann er bara grínu, sko. En já, þú veist, en samt er hann alltaf með þetta underlying, þú veist, Perfection er bara perfect dæmi Cain and Abel, svolítið. Þú veist, ég tók það út úr þessu bara nýlega. Það er hann þú veist, Cain and Abel er í Sagan, já. Þú veist, eitt bróðurinn sem vill fórna rétt
og hinn bróðin sem fórnar ekki rétt. Og Jules og Vince eru þessi bræður í rauninni. Og síðan þetta svona biblíutengt, þegar hann að tala hana biblíuna. Já, vitnar einmitt í eitthvað sem greinlega bara, það samt eitthvað kjafta? Þetta ekki bara eitthvað sem hann Nei, þetta Ezekiel Ertu viss? Já. Þetta sé í biblíunni? Já. Þú veist þessi að lesa bara fyrir stuttu. Það kom mér endur óvart, ég vissi þetta ekki. Þetta var bara eitthvað sem að Tarantino skrifaði. Ég held þetta væri. Ég held ekki. Ok, áhorfundu verður þá bara double-checka. Double-checka, þú getur googlað þú vilt. Já, nei, ég gerum bara sér það. Ég las daginn, já. Þetta eitthvað sem ég vissi ekki, ég held að þetta væri partur af biblíunni, það væri eitthvað vers eða eitthvað í biblíunni, já, sem var eitthvað... að Tarantino hefði bara skrifað og sagst vitna í. En ég sel ekki dýran í kæfta. Ef við þurftum að veðja, skilur, þá myndi ég veðja hitt, þú veist. Núna verður þú að tjekka þig. Ég er að tjekka á þessu. Halda áfram. Þú ert að tala Pulp Fiction. Svo ætla að fara í Avatar. Já, ég veit það. En það alltaf Pulp Fiction má tala Pulp Fiction smá. Alltaf tala Pulp Fiction. Jú, við förum í Avatar, þú veist. Það Kæmi, ok, þá verður að spyrja. Þú ert að vinna í top 100 lista. Já. Við ætlum að áður fyrir mig Avatar, The Way of Water. Þá ætla ég að spyrja út í Cameron og ég ætla að spyrja út í fyrsta Avatar. Kemst Avatar fyrsta á top 100? Avatar fyrsta? Nei, hún kemst ekki. Ok. Nei. Hvað myndið þú gefa henni einhvern? Avatar fyrsta? Já, bara svona 6-5. 6-5? Já. Ok, þess að 0-10 á svona 6-5. Já, eitthvað svo leiðis. Hvernig fannst... 7, kannski. 6-5-7. Hvernig fannst þér? Hún er alveg 7. Þú sást hann í bíó, þú sást hann í bíó sín tíma. Já. Hvernig fannst þú? Það er nefnilega málið, sko. Þegar ég fór á hann í bíó á sín tíma, þá voru allir að tala hversu rosalega flott hún væri visual og hversu mikil upplifun það væri. Og þetta var náttúrulega í 3D náttúrulega. Og ég fór á hana með svolítið miklar væntingar. Og svo, þú veist, mér fannst hún góð, en mér fannst hún ekki þessi svona, þú veist, sprengja sem ég held að hún yrði, sko. Og, en það sem er gott við Avatar 1, þú veist, hún er einföld, sagan er, þú veist, svona, hún á að vera svona djúp, en er samt svona, maður finnur ekki fyrir því, þú veist, maður finnur ekki fyrir, þetta er svona, svolítið yfirborðskent djúpt. Og líka saga sem auðvitað við höfum séð áður, nokkrum myndum. Já, einmitt. Hún var svona gagnrýnd helst fyrir það. Já, en síðan var hún alveg, þú veist, hún var skemmtileg, skilur, það voru skemmtileg karakter, þetta var, þú veist, skemmtileg hönnun. Og svo flott og... 30 á geggja á þessum tíma. Og það sem ég tók alltaf eftir, þú veist, sem mér fannst visual taka svolítið, það er svo margir að spá í visualinu með Avatar, eðlilega. Það er nummer 1. Já, en fyrir mér, Avatar nummer 1, það sem er nummer 1 fyrir hjá Avatar, og það er tónlistin. Ég er mikill James Horner aðdáandi. Já, það er minn gaur. Og þú veist, Avatar tónlistin, þú veist, ég er búin að vera að hlusta á hana bara á Spotify. Já. Og hún er bara svo geggjuð. Þetta er bara svo geðveikt vel, bara flottur kompóser. Það var geggjaður. Gerði hann ekki fyrir Braveheart? Hann gerði fyrir Braveheart, hann gerði fyrir Titanic, hann gerði fyrir, The Land Before Time, fyrstu teiknimyndirnar. Hann gerði líka Músa, tónlistar fyrir músina sem týnist í New York, teiknimyndin, American Tail. Já. Hann gerði... Gerði hann tónlistar fyrir það mynd? Já, dude, hann gerði fullt, sko. Hann gerði Hann er látin? Hann lést 2015 í flugslysi og þegar svo frétt kom, þá var ég var pínu devastated, sko. Og það var alltaf spurningamerki, hvernig ætlaði að gera þetta? Ég var alltaf að svona refresha, ársfresti, í 13 ár. Hver ætlaði að gera tónlistur með þetta? Já, ég var alltaf, þú veist, svo áhugasamur út að þetta var svo geggjuð tónlist og það var svolítið svona gott, sko, ég var svolítið hræddur með það. Já, að tónlistin er ekki eins góð mögulega í framhaldsmyndunum. Já, en þeir keyrðu bara sama, þú veist, af því sem hann hafði samið fyrir Avatar 1 og gerðu það fallega, gerðu það, þú veist, svona ekki, þetta var ekkert eitthvað svona nýtt sem ég sakna alltaf samt þegar ég fer á bíómynd, það er að fá svona nýtt skor. Já, ekki bara vera að nota sama. Já, þetta var svona aðeins svona breytt, skilurðu, en þá hugsa maður svona, þetta er svona homage líka, þú veist, þetta er gott homage fyrir, James Horner, sem var fárulega, góður kompóser, hann gerði fyrir Braveheart, hann gerði líka fyrir... Það er eitt af mínum uppbólskorum, það er Braveheart. Sko, hann gerði fyrir eitthvað miklu meira, sko. Ég bara... Já, ég meina, þetta er svo gæi,
þetta er eins og Hans Zimmer eða John Williams John Williams er náttúrulega king ég tala bara fjöldan þessi gæjar hafa verið að vinna við alls konar myndir bara geggja sko ok, þannig að mér langar svona að fá svona aðeins að heyra hvernig fannst fyrsta, þá hefur maður eitthvað svona viðmið þá hann fyrir að tala um 2 en eins og James Cameron, bara leikstjórin hann hefur ekki gert marga myndir nei, hann hefur gert hvað, eitthvað svona til sig búin að gera 9 myndir, þetta er svona eins og Tarantino skilur, svona hann hefur ekki gert marga myndir vandaður já, ferlinn hans búin að vera þetta talsvert ólíkar en til dæmis eins og Tarantino hann tekið sér svo svaka pásur og svona en bara eins og með það, þú ert vantilega búin að sjá flestar hans myndum flestar Terminator, True Lies Aliens, Titanic Avatar. Hvernig ert að fíla hann svona yfir höfuð? Finnst það spennandi leikstjóri? Ég elska hann. Ég er mikill að komast þó nokkrar myndir á topp 100 listunum frá honum. Og hérna Titanic kemst, ég er mikill Titanic aðdáandi og ég er líka mikill Terminator 2 aðdáandi. Ég held að þessar tvær séu á listanum. Er það þínar uppáhalds-kameramyndir? Já, Terminator 2 maður. Sammála. Shit maður, hann er svo geðveik. Ok, þannig að þú fílar Cameron, þú fílar alveg myndirnar hans. Já maður, ég er mikill sko Terminator 2 aðdáandi. Ég horfði á Terminator 1, mér fannst hún svolítið svona, maður er svo degraður sko með Terminator 2 að hún er klárlega betra fyrsta. Já, fyrsta er allt í lagi, skilur, en hún er ekkit svona... Barnsins tíma. Hún er svo barnsins tíma, sko, og hérna svona 80s, alveg 80s feelingur, bara... Rosalega 80s feelingur. Aliens 2 náttúrulega er líka, eða þú veist, Aliens. Bara, þetta er, hérna, þú veist, það er sama með Alien og Aliens, þú veist, það er Ridley Scott sem gerir samt reyndar Alien, en hérna, ég var aldrei mikill, sko, það bróður minn er meiri Aliens, eða þú veist, aðdáðandi, sko. En ég er svo samt rosa mikill Sigourney Weaver aðdáðandi. Elskar Sigourney. Og hún er svo bara, hún er bara best, besta leikonan í rauninni. Hún er líka bara svo, hún er töff í Alien, hún getur fyndin í öðrum myndu, og hún er bara, hver elskar ekki Sigourney Weaver? Ég segi það. Hún er svona gracious, svona leikona einhvern veginn og samt svo mikill nagli, þú veist bara ógeðslega flott kona. Já, geggjuð sko. Æðisleg. Mér varst gaman að sjá hana þegar hann gerir fyrstu Avatar, að hún fekk að vera með svona reunion. Já. Við fannst vanlega í Aliens og að gera hún Avatar svo við hún líka vera aftur með í 2. Já, mitt. Ok, mér langar að fá aðeins svona hvar þú ert. Sko, ég er mikill kameramaður líka. Já. Hvað finnst þér best með kameran? Náttúrulega T2. T2 og Aliens eru mínar uppáhalds kameramyndir. Já, Aliens. Já. En ég elska líka True Lies. Já, True Lies er náttúrulega... Fílar hann ekki? Jú, ég var eitthvað að horfa á hana daginn og hún er fín, sko, eða þú veist, ég fíla hana. Já, ok, þú fílar hana bara gæðir. Ég er djókið. Það er sumir sem fíla einmitt þetta svona 90s... Ég náttúrulega elska 90s hasamyndir, þannig að þá ertu bara served. Og þetta er bara stærsta líku við 90s hasamyndir. Já, True Lies. Þetta er eina af þeim. Hún er hana on top, þú veist, 90s hasamyndir. Ég var alltaf mikill, ég hafði mjög gaman að þeim. Síðan var ég að horfa til þessi svo Last Boy Scout aftur. Allir svona hvað segir þú geggjur? Hún er góð, hún er góð og mér er svona geggjur líka svona hvernig hún byrjar og þú veist, hvernig hún ferð inn í, pínu flókna karaktera, þú veist, einhver En þú ætlar að segja að þú varst fyrir vonbrigði? Nei, svo kemur stelpan hans inn og þá verð ég svo... Akkur? Ég veit ekki, hún fyrir svo í taugarnar með maður. Leikonan eða karakterin? Bæði bara. Eða þú veist, karakterin. Okay. Og þá er svona líka eitthvað, má ég koma með, eitthvað, og hann svona... ég veit ekki, þú veist, þetta er svo eitthvað, þetta breytist í að vera, já, reyndar eftir að, hún er geggjukúl. En Shane Black, handriðsöfundin, hann alltaf skrifar rosa mikið svona, kemur alltaf eitthvað svona krakki í myndina. Krakki inn í myndina og svona. Last Action Hero, ég var líka að horfa á hana, hún er ein af mínum uppáhalds svona 80s, 90s Hasselflix. Mér finnst hún ógeðslega skemmtileg. Mér finnst hún með þess að vannmyndin. Hún er geðveik, maður. Hún fekk svo mikið drull á sínum tíma. Það? Já. Hún er svo skemmtileg. En ok, Jón, við gætum alltaf blaðar endast bíómyndir.
Og ég að reyna að hafa það ekki ofláka. Fókusum á aðeins Avatar. Ok, þannig að þú fílar Cameron, fílar Avatar 1, fannst hún allavega fín. Já, þetta er 7. Og svo sá ég reyndar remastera útgáfu daginn í bíó í 3D. Hvernig var það? Var eitthvað svona munur? Þá keyrðist hún alveg upp í 7.5, sko. Fannst mér. Ok, þannig að var það fyrsta áhorfið í langa tíma, eða hvernig var það? Já, ég var ekki búin að sjá hana í einhvern tíma, sko. Og svo var hún bara meira crispy, meira, þú veist, tölvugrafíkin var bara meira svona immersive. Voruð þið búin að bæta hann eitthvað? Já, þeir gerði allavega eitthvað. Mér fannst það allavega. Ok. Og líka högti minna, sko. Voruð þið búin að pumpa upp líka frame-rate, upp í 48 rama í staðið 24? Ég veit það ekki, en þegar það gerist, það reyndar neikvæð punktur í Avatar 2 fannst mér, sko. Ræðum það eftir? Já. Ræðum það eftir. Ok, þannig að þú sást hann líka fyrstu myndina þegar hún var gefin út aftur í september, ef ég maður rétt? Fyrstu myndin? Hún var gefin út... Komur ekki bara í september? Jú, ég fór á hana og vildi bara svona rifja hana upp og líka sjá remaster útgáfuna. Og mér fannst það bara... Ég hafði bara mjög gaman að henni, þú veist, í seinna áhorfið. Þessi 4. áhorfið eða eitthvað. Já, en þú veist, það var liðin einhver tími. Það var liðin einhver tími, já. Ok, flott. Mín upplifun Avatar 1, fór alltaf í bíó, var úkst spenntur. Já. Eins og búin að nefna það, mikill kameramaður. Já. Búið að líða langur tími á liðin 9-12 ár. Hvað mynd gerði hann á undan? Titanic. Hann gerði Titanic á undan. Þannig að það var mörg ár hann á milli. Ég var spenntur henni, fór Avatar bíó, ég skil alltaf þessa gagnrýni. Það var ekkert frumleg saga, svolítið þunni karakterar, en ég fekk nóg, þá var ég að tala ég fekk eitthvað til þess að grípi, ég var alveg pínu Invested í Sully, Neytiri, með stóð flottu karakter, með Stephen Lang, æðislur, sem vondikallinn, gaman svo Sigourney Weaver, ógeðslega flott mynd, mér fannst hún vel uppbyggð, mér fannst hún spennandi, flottur hasar, þegar ég lappaði út úr bíónu, þá var ég bara glaður. Já. Mér fannst ekkert masterpiece, ekki besta myndarnas Cameron, en ég er svona svipar þú, ég er svona solid 7. Þetta er solid 7. Þetta er svona 6.5 er svolítið brútal, sko. Hún er alveg 7. Þú veist, sérstaklega með tónlist og... Já, tónlist var flott og þetta bara... Mér fannst þetta bara virka. Mér finnst líka Sam Worthington einhvern veginn passa svo vel inn í þetta hlutverk. Svolítið svona eins og, þú veist, Harrison Ford í Indiana Jones hlutverkið, þú veist, hann svona... Stór orð. Þú veist, þetta er svona extreme dæmi, kannski, en hann fittar svo vel í hlutverkið. Hefur þú Matt Damon? Nei. En þú veist að þú er búin að heyra því, eða ekki? Jú, ég veit það. Veistu líka hvað honum var boðið? Já, hann boðið 10% af hagnaðinum á myndinni. Og hann er ennþá bara næst í handabæki. Já, en þú veist, sko, Matt Damon, ég er bara ekki mikill, ég get ekki sagst vera mikill Matt Damon. Hann er góð leikari, hann hefur alveg átt sín góð moment. Þú ert ekki hrifin á hann? Þú veist, það eru myndir þar sem ég er hrifin af, þú veist, sjálfur myndinni kannski fyrir ekki hann hóna. Já, en svo, það er eitthvað við hann sem ég bara, Hann hefur vaxið hjá mér. Ég fílaði hann ekki fyrst, eins og í Good Will Hunting og svona. Ég fílaði nefnilega Good Will Hunting mjög mikið, sko. Myndinni geggjuð? Já, en ekki hann. Hann passaði í það hlutverk út að hann var þessi hrókafulli, ungi. Já. En hvað myndir, hann hefur vaxið, hvað myndir hafa komið nýlega fram með... Sko, hann breytti mér með Born, fyrstu myndinni. Ég man þegar ég sá Born Identity, ég veit að hún er svolítið síðan, en þegar hún kom út, ég man að ég var mjög skeptiskur. Já. Matt Damon fyrir leikur James Bond karakter. Já. Eitthvað. En mér fannst það mjög flottur í henni, mér fannst það góð mynd. Já. Svo hefur hann að gera, ég meina, mér fannst hann æðislur í Martian, til dæmis. Já, Martian var geggjuð. Reyndar, hún ekki 7 ára í dag eða eitthvað? Hún var alveg mjög skemmtileg. Ég held þessi 2015. Mér fannst hún æði, sko. Hún var geggjuð. Það var Ridley Scott. Já, það var Ridley Scott. Hann á alveg inni nokkra góða myndir sem setni tíð. Ég fíla Ridley Scott, sko. Ef það er Ridley Scott eins og Last Duel, ég bara elska Last Duel. Ég veit að við erum að fara ég bara... Höldum okkur á þetta. Já. Ok, núna förum við að henda okkur í Avatar 2. Avatar The Way of Water. Það eru liðin svolítið mörg ár síðan að síðasta kom út. Þetta eru 13 ár. Já. Og við erum búin að bíða og ég hugsa að allir voru mjög forvitnir. Hvað er Cameron að fara að gera? Já. Ég er búin að vera grjótharður stuðningsmaður. Já. Bara frá því ég vissi alltaf að gera aðra mynd. Og það sem ég er búin að heyra, hann var búin að setja saman eitthvað svona writing team, hann var búin að tala dyrði nokkra myndir,
þetta er því Godfather-esk saga, kynslóðar, alveg bara heilu kynslóðnar og ambitious. Já, því metnaðarfullur og ég var svo peppa, ég bara Cameron, hann framhaldsmynd á kóngurinn og ég hugsaði með mér, hann ekkert að gera sömu mistökin gerir í fyrstu myndinni, þetta var eitthvað crazy. Já. Svo búið að sína núna, það búið að frumsýna hana. Já. Nú er allir búin að sjá hana. Já, það svona margir. Já, flest allir. Þá ég að spyrja þig, Já. Jóhann, hvernig fannst þér Avatar The Way of Water? Hún var geggjuð. Ok, þið varstu geggjuð? Mér fannst hún geggjuð, sko. Ok, af hverju hún geggjuð? Mér fannst hún allt sem Avatar 1 náði í rauninni ekki að vera nema tónlistin. Þannig að þú veist, ef að James Horner hefði verið ennþá á lífi, þá, þú veist, þá veit ég ekki, sko, þá væri þetta örgulega nálega 9, sko, 10, já. Þetta er alveg 8-5, þú veist, mynd fyrir mér. Og það er, sko, ég var samt pínur hrættur í byrjun. Þegar það kom svona 48 frames per second og mér fannst þess að ég var þú veist, bara að spila PlayStation. Mér fannst ég bara vera komin í Elden Ring, að spila PlayStation og bara, fuck, nei, er þetta svona? Þú veist, er gameskeeping, þetta er náttúrulega spoil. Já, við erum að spoila allri myndinni. Já, við erum að spoila allri myndinni. Allri myndinni. Gameskeeping koma, sko. Já, snæmi myndinni. Já, þá er svona, damn, þetta er allt of, hvað heitir það? Þetta er allt of clear. Já, það verður þetta, það er leiðandi gerfilegt, þú þarft að setja ákveðna linsu, ákveða svona, þú veist, ákveðið svona búning eða svona aðeins svona, þú veist, feldi þetta aðeins, gerði þetta aðeins, þú veist, þetta er allt og mikið bara, já, þetta er bara tölvuteiknað, skilur, þú veist. Þetta er fake-like. Já, þannig að ég var alveg svona, fuck maður, ef myndin er öll svona, þá er þetta bara þá er þetta bara feill, skilur. En sem betur fyrir, þá, breytist þetta nú fljótt. En hann skiptir náttúrulega ekki alveg myndina. Já, þetta kallast variable frame rate. Já. Fyrir ykkur sem hlustaði að horfa þennan þátt, þá og vitið þetta ekki, þá er hann að skipta milli í myndinni. Það er 24 ramar, 48 aðalega fyrir kannski hasarættur, það sem er mikil hreyfing í gangi. Já. Þá fer hann yfir þetta smooth dót, og fleiri rammar í hverju. Það var í lagi í lokin, skilur við, svona í bardaatriðunum, því að þá, það var í lagi, svo sett, vegna þess að þá var meiri dimmt, og það virkaði bara betur. Vatnið var komið, og vatnið virkaði líka svolítið sem þessi filter. Þú veist, vatnið var svo vel gert að er ótrúlegt hvað vatnið, tölvuteikna vatn, virkar. Sem var lengi vel, veit ég, eitt af því erfiðast sem við gátu tölvuteikna. Það var rosa erfitt að gera rosalega raunverulegt vatn, en það sést ekki þessar mynd. En þeir eru náttúrulega að nota alls konar svona AI-tækni til þess að reikna út öldugangin og svona, þú veist, þannig að þetta er ekki allt bara teiknað bara út frá haus. Nei, en ég er að tala um þess að þetta er gerfi vatn. Já, þetta er gerfi vatn með svona, hvað heitir þetta? Svona lögmála. Já, en fyrir 20 árum, þá var þetta miklu meira vesen. Já. Það er eins og ég meina. Alla sem hvernig tæknir í dag, þá er það orðin betri í að gera gerfi vatn. Eiga bara betri tól til þess að gera þetta og svona. Og vatnið virkaði svo ógeðslega vel. Það er bara, það er svo gorgeous í rauninni. Og sjórinn og allt þetta, þú veist, leiður komnir þangað, og líka það sem er cinematic, það sem er komin kert niður í hvað, 24. Það er aðra dialogadriðin og þegar það eru fólk í ramman. Já, það er gorgeous líka. Það er svona cinematic, svona feelingur. Það er vel að sjá hann alla þannig. Hönnunin er, ég veit það ekki, út af, þú veist, eins og, ef við tökum bara lokaadriðin, það sem þeir eru, skipið er að sökkva og, þeir eru að berjast og svona. Mér fannst það alveg, það var örugglega í 48 eða ekki. Örugglega eitthvað, en eitthvað að því. Af því að það er svolítið skipt á milli. Það er skipt svona hratt á milli, kannski. Já, og það er misjafnt eftir sýningum, þannig að það þarf ekki að vera að allir sjáu þessu útgáfu. Nei, það er ekki all, eins og ég skildi að þá er ekki all bíó sem bjóð upp á þetta high frame rate. Þetta high frame rate útgáfu. Já, ok, þannig að þú getur síðan í bara 24 römmum. Alla. Já. Kannski maður tekja á því líka. Það getur verið gana að bera það saman við hitt, sko. Já, að hitt er pínu að því við erum svo óunnið. Það er eins og þú talar um töluleiki. Þú ert að spila töluleiki í 60 römmum, þá maður vanar í þaðan, en að horfa á bíómynd. Þetta er bara óþarfi. Það er sérstaklega ef þetta er svona... En ef þetta hjálpa til eins og við 3D-ina, er þetta þá óþarfi? Af því 3D í þessar mynd var geðveikt. 3D var geðveikt, sko. Þetta er ekki besta 3D svo við séð?
Jú, eða þú veist, þetta besta svo mikið, sko, svona tæknilega aspekt sem ég séð. Þú veist, þetta hérna líka, þú veist, listin, hönnunin á öllu. Þú veist, þannig að þetta ekki bara tæknilegu hlutinir, heldur, þú veist, hvernig, ég var að tala við félagið minn og við erum ósammála með sömt, skilurðu, sem gett áhugavert. Fóruð þið saman á hana? Já, ég fór á hana með, sko, ég keipti 5 miða og svona í miðjunni, þú veist, bara fyrir hérna sýningu, þetta ég vildi búa til, sko, svona já, eitthvað svona event. Já, og svo hérna þekkti ég einhverja nokkra sem höfðu samfélag þá hefur getið sest fyrir aftan mig og svona, þegar ég kom þá þekkti ég gett marga í bíósalum og var svona, það var geðveikt dýrmætt bíóferð. Geggjaður. Ég elska þessa bíóferð bara, hún verður svona, hérna, föst í minningunni eða þú veist lengi. Skemmtileg upplifun. Já, mjög. En hérna... Það var semst félagin ekki sammálaðir? Nei, þú veist, hann fílaði myndina og allt það, en þú veist eins og til dæmis Jake Sully. Þú veist, hann aðeins öðruvísi, hann svona aðeins svona, ég fílaði það, ég fílaði hvernig karakterar þróast. Ég fílaði það að sjá ekki bara eitthvað sama Jake Sully og sér, þú veist, í fyrstu myndinni og hérna í lokin, þannig að hann með annað hlutverk, hann orðinn Naví, þú veist, þannig að hann hérna faðir og hann svona, hann þroskaðari, hann meira svona, hann stabíli, þú veist, svona, veist hvað ég meina? Þú veist, þroskar svona, maður sér það bara. Í samkvæmt myndinu voru ekki liðin, ég maður ekki, 14 ára eða eitthvað, 15 ára eða eitthvað, já, liðin eitthvað tími á millirunni, fyrstu og 2, búin eignast börn og svona. Nákvæmlega, og þú veist, og stíllinn mér fannst hann cool, skilur, og meðan hann var kannski ekki, það svona, það var náttúrulega þess að bastlega í honum, þú veist, í fyrstu myndinni, sem fólk fílar náttúrulega, þú veist, og hann ekki lengur þar. Nei. Þú veist, hann miklu meira bara svona að, hérna, vill gera rétt af hlutin, vill passa, þú veist, fjölskylduna sína og svoleiðis. Og, hérna, mér finnst þetta geggjumynd líka, þú veist, þetta brútal, bara byrjun, bara allt sem gerist í fyrstu myndinni var bara 1 tré eða eitthvað, sem, þú veist, síðan koma bara öll gameskipin og bara rústa öllu bara í kringu sig og bara, fuck, þú veist, og það setur svolítið tónin, skilur, að, hérna, Þú veist að loka allir í fyrstu myndinni? Í rauninni hefði fyrsta myndin sko var bara lítill inngangur á einhverju, þú veist, þegar gameskipi koma og rústa öllum skóginum bara... Finnst þið tölvöld betur en fyrsta? Þú talar hvað, 8-5, já, 7-7-5? Mér finnst hún miklu betri. Finnst hún miklu betri? Mér finnst hún líka miklu meira svona dýftin sem þeir reynda að ná í fyrstu myndi. Mér finnst hún, þeir náði algjörlega í nummer 2. Er betri sagði 2? Já, miklu flóknari, miklu meira bitstæðari finnst mér. Meira svona, já, svona áhugaverðari. Stór ástæður ég var spenntur að fá það í dag, Jón, er því ég vissi við ósaman. Gaman. Fyrir mér vonbrigði ársins. Það? Já. Vá. Þetta basically sama mynd og kom út 2009. Flottar tæknibrillur. Ég get ekki séð það. Ég sé það ekki. Og ég tæli upp nokkur atriði fyrir þig. Þú getur vel verið að sé svona í storyarkinu sé, þú veist, ég sé það sko, storyarki sé svona svipað, en karakterinn eru öðruvísi, þeir eru þroskast, hérna, vondikallinn ekki sami á vondikallinn, þó að sé leikinn á sama gæðinum, og hann á son, þú veist, og son... Var það í fyrstu myndin líka? Ég man það ekki. Hann átti ekkert son þá. Í fyrstu myndinni? Nei, og þetta ekki eins og hans sonur, heldur þetta avatar, þú veist, pappan sem dó. Átti strákin. Og þetta svona, þetta flækist allt, en samt einhvern veginn, þú veist, hérna, þetta svona, þetta minnir mér svolítið á Interstellar, sko, að love svona gildið, sem svona transcendar allt, transcendar hann, þú veist, líka. Að big spoiler, skilur, bara, þú veist, eins og í lokin þegar hann ætlar að drepa, hérna, eitthvað. Segðu það, við erum að spoila þetta myndinni. Já, hann ætlar að drepa stelpuna hana, þú veist. Hvað heitir hann? Ég man það ekki. Það skiptir ekki máli, ég meira bara svona... Manstu eitthvað að börnunum heita? Svo Sölljó? Býttu... Nei, ég var það ekki. En það skiptir ekki máli, ég múið að sjá hann einu sinni og whatever, skilur. Ég hvort ekkert mikið nafna gaur, skilur. Ég horfði bara á fólkið, allavega, hún hérna, og svo sonurinn, og hún ætlar að drepa son hans. Spider. Hérna, þú veist, og
og hann líka Spider bjargar honum, þú veist, þessi kærleika ást svona, sem þú getur ekki sko, þú veist, þetta svo skýrt að þú getur ekki eiginlega, svona, það er svona þessi boðskapur sem er svona hann er öflugari. Love conquers all. Já, svolítið þetta sko, en þú sérð það svo skýrt svona á þessu, fyrir mér er þetta meiri dýft, skilur, það er meira svona núans í karakterunum og vondikallin er ekki alvondur og góða, hvað heitir, í mannu, Zoe Saldana, svo sem, Neytiri. Já, Neytiri, hún er ekki algóð heldur, hún var tilbúin að drepa Spider, skilur, þú veist, allt þetta svona sem flækist og svo líka þessi dýft og, dude, þú veist, þeir voru að veiða og drepa alla þessa hvali, þú veist, og þessi gaur, þessi karakter sem, koma, þú getur ekki sagt að þetta hafi ekki verið skemmtilegur karakter, þessi, skipstjórinn sem byrjaði, þú veist, elda gaurina og, þú veist, skjóta í það og, passaði, ég fekk svo mikið feeling, sko, ég var bara, wow. Náðu þess tilfinningarlega þessu mynd? Já, feitt maður. Okay, þetta verður áhugur þáttur af því að þessi mynd virkaði enga veginn á mig. Alveg 0. Sko. Já, og svo er spurning, hvernig varstu stendur, skilurðu, þegar þú fórst? Algjörlega, en svo þegar maður lítið tilbaka, því hún versna bara hjá mér, sko. Því meira sér hugsa hana, því meira sér tala hana, því verri mynd fyrst myndi vera. Það er spes. Þegar ég segi þetta er bara sama sagan í fyrst myndinni. Fyrst þér að koma á fjöllum. Ertu ekki að sjá neitt hvað ég meina? Ég sé alveg að þetta er svona, þetta er framhald og þetta er svona áframhald af sögunni og storyarkið er samt svipað. Skilur, það er svipað, það er þeir eru að sjá resursa, þú veist, jörðin er að deyja, þeir eru að sjá resursa á þessari avatarplánetu, á Pandora, sem eru dýrmættari heldur en, þú veist, dýrmættustu resursana sem eru til á jörðinni. En verður það líka í þriðmyndinni? Verður það eitthvað annað efni sem þú að segja? Nei, ég meina, þú veist, þeir eru ekki að segja sama efni í 2. Það meikar samt alveg sens þó að þetta sé mismunandi, þú veist, resursar. Já. Ef þú ert með eitthvað sem er lífsgjafi, lífsexilir, þú veist, eða þú ert með gull, þú veist, mineral sem hefur ekki sést á jörðinni sem er betri heldur en gull, sem er bara leiðir, sem er hægt að nýta betur, sem er bara orkugjafi eða eitthvað, þú veist. Þá, meikar alveg sens að það er svona power, þú veist, þessi hugsun að ná tökum á þessu til þess að öðlast power, til þess að fá meira power. Það er svolítið svona economically rétt. En það ekki var samt í fyrstu myndinni líka? Jú, en minna, þú veist, sagan er þannig líka að sagan repeats itself, þú veist, þannig að ég er tilbúin að fyrirgefa þó að það gerist svipað því að, þú veist, ok, Napoleon, þú veist, réðist á þetta land og síðan 300 árum seinna þá skilur ræðist Hitler á þetta, eða fattur sagan repeats itself og þegar það eru hagsmunir í húfi, miklir hagsmunir í húfi, þá þetta meikar bara sens, það sem ég er að segja. En hún er ekki nákvæmlega eins heldur, það eru króka, fyrir mér, þú veist, ég sé það þannig, það eru svona, þetta er öðruvísi, þú veist, hann er ekki að kynnast Pandora til dæmis. Hann veit hvað Pandora er. En við erum samt að fara gegnum saman ferðalag á síðast, af því að það sem er að gerast núna fyrir við til sjávarfólksins. Þar kemur aftur mörg atriði, þess að þau eru að kynnast þeirra háttum eins og hann þurfti að kynnast skógafólkinu í fyrstu myndinni. Og núna þá ertu líka með eins atriði þar sem að það er ekki dreki, nú er eitthvað svona flugdýr í sjónum. Já, en þessi træp sem eru hann á milli, þú veist, það er sem mér fannst áhugavert, það að þau bara sjá ekki fyrir sér að blandast saman. Nema Jake Sully, hann sem er búinn að aðlagast, segir bara, jú, við aðlöðumst, skilur þú veist, þannig að hann er að nýta, ok, þetta er sama, ég skil hvað það fara, þetta er sama sko story arka einhverju leiti, en þetta er framhald og ég meina, þetta er svona eins og svipað Terminator 1 og Terminator 2 og getur sagt að þetta sé sama þetta er sama sagan, það er hann að einhver vélminni að reyna að drepa Sarah Connor, þú veist, hann að basically getur sagt það sama, þú veist, hann er að koma, þú veist, það er sambarlegt? Já, ég meina, þú veist,
Leiðir þú horfður á Terminator 2, leiðir þú horfður á allar sögur eru með þessari beinagrind Heroes Journey, eða þess að einhverja svona af, þú veist. Þannig að þið veist Alien og Aliens var bara einsmyndir. Nei, en þú veist hvað ég meina, skilur, þú getur séð hann að rauða þráðinn allstaðar. Algjörlega. Skilur, hann getur sagt þetta við allt, skilur. En það er mjög sjaldgæft, ég man ekki til mörgum dæmum þar sem ég hef horft á bíómynd. Af því að hann tekur, Avatar 1, ég skil gagnrýnina. Þú hefur séð þetta áður. Mér sé öðrum bíómyndum. Ég skil það. Já, ég er alveg. En að sami leikstjóri gerir basically það aftur, fannst mér magnað. Þú sem Cameron aðdáandi. Já. Mikið ferð á Avatar 2 sem er bara í rauninni technical marvel, þú veist. Útlitslega allt geggjað. Og hérna, og líka klippingin, cinematography, þú veist, það er náttúrulega, hún er mjög topp. Eitt gaur lýsti þessum einn sem Empty Beauty og ég er svo sammála þeirri lýsingu. Ég er ekki sammála. Nei, það er svo gaman. Ég fann dýftina þarna. Sem ég fann ekki nummer 1. Já, en þess að ég fann dýftina. Ég fóð bara, þú veist. Það er svo geggjað, þá erum við ekki sammála. Þegar stelpan hana fer með drastlið hana hárið sitt í hérna Eywa sem er undir sjávar hana og hittir hérna, hvað heitir það, Sigourney Weaver, þú veist, sem er hún basically, sem er það ekki? Þetta er bara sama. Jú, þess að Sigourney Weaver leikur stelpuna. Er þetta ekki sama og hérna vondikallinn? Þú veist, hún er dáin. Nei, hún var ófrísk. Hún var ófrísk, já, hann hætti stelpan. Við fáum að sjá það, held ég snemma í nummer 2, að Grace varð ófrísk. Já, ok, cool. Við minnum það. Það er bara enda betra. Þetta er mammennar, sko. Já, og svo tengist hún hana, þú veist, í gegnum Eywa, og leið og hún spyr hana út í pappa sinn, eða ekki, þá frosnar hún og þú veist, og hún fer bara í eitthvað svona epilepsy. Þannig var sáfræðin fyrir eitthvað, ekki fáum vitið til 3 eða 4. Já, það er, þú veist, til dæmis þetta, að hún fer bara eitthvað, þú veist, eitthvað flogakast, skilur, og þú veist, ég bjóst ekki við þessu, skilur, frá fokkin, þú veist, þetta var svo skemmtilega svona, hérna, þú veist, þetta var ekki klísé, skilur, hann leiði sér að fara í eitthvað sem er svona. Fyrst hann hafa tekið sénsa með þessar mynd? Já, þú veist, ég held að hann taki engan séns, þú veist. Hann hefur alltaf tekið sénsa. Ég sko, þegar þú ert með $350 million mynd. Þetta er einhver séns, hún kostaði fullt af peningum. Já, jú, ég minna, hann tekur alveg sénsa, örugglega, einhverju leyti. Avatar 1 var megaséns. Hann er alveg creative í þessari mynd. Þú veist, já, mér finnst það. En fyrir utan útliti? Nei, ég er að segja, sögulega, þá finnst mér þetta creative. Mér finnst, hérna, persóna flóknari. Mér finnst það, hérna. Líka Neytiri? Hvað fekk hún að gera sér mynd? Fyrir utan að öskra að gráta? Já, þetta, hún ætlaði bara að drepa Spider, skilur, og hún fór bara. Hún er engin karakter í þessar mynd. Hún fór í rampage, hún fór í killing spree. Er það fucking djókið mér, eða? Hún er sett á hliðalinu, Jóhann. Hún og Sully. Hún fór á fucking killing spree. Er það hann í síðustu 15 mínútur? Ég var served. Já, nei. Í 3 tíma mynd. Þetta var klukkutíma, 1,5 hérna lokaðri. Var það skemmtilegt? Mér finnst það fucking geggja, skilur. Ég var bara, wow. Ég var að sofna, sko. Shit. Mér fannst þetta svo leiðmynd, Jóhann. Hafsteinn. Mér fannst ég bara að hafa séð þetta 2009. Þú sást ekki sömu myndir og ég. Nei, þess vegna. Það er svo gaman. Ég vissi það. Sko, það er svolítið síðan við plöðum að gera hana þátt. Og þá vorum við ekki búin að sjá myndir. Sko, ég elska fucking vatn. Ég líka. Ég elska sjómyndir. Ég er vatn, ég elska bara, þú veist, allt sem tengist vatni. Allt sem var í vatninu og allt sem að, þú veist, köfunatri. Já, sko, ok. Ég er ekki að segja ekki neitt. Hún er ógeðslega flott, geggja 3D. Þeir byrjuðu, þú veist, að hérna, hvað heitir það? Kafa með þessum fuglum, fiskum. Og hinn svona dettur af, skilurðu, eitthvað. Ok, það gerist í fyrstu myndinni, hann tók eitthvað hestinn og datt af. Og þetta atrið var svona, þú veist, út af þegar vatni kemur. Og hérna, þetta er bara svo gott dæmi það sem Avatar 1 gat ekki gert rétt og Avatar gat gert rétt, fannst mér. Það þú veist, þegar hann tekur hérna, já, passa upp á þessu, þetta er stríðs, hérna, eða þú veist, þegar stærri gaurinn kemur. Alveg sem hann fekk í fyrstu. Við fyrir líka stærri drega þar. Nei, ég er að tala um, sko, ég er ekki að tala um það, ég er að tala um, þú veist, þetta er meira svo hestur þeirra. Já, því að Sully sagði, nei, þetta var svo drekið frekar.
Já, ok, þetta svona millistíð eða eitthvað, en allavega. Það var erfitt að ríða þessu og það var erfitt að ríða dregunum. Já. Svipað atriði og hann segir mér að ég vil fá svona drega. Já, en það var betur, það var svo miklu betur gert þarna. Það tölubrellur að sé? Nei, líka bara, þú veist, svona... Eðlisfræðin í kringum hvernig reyfa sig eða eitthvað. Já, passaði á þessu, þetta er kannski eftir frekar að byrja á litla. Þú veist, og hann segir bara, nei, ég byrja bara strax á þennan. og mér fannst það svo cool, ég fann svo mikið fyrir þessu og það vatnið var svona fyrir einhvern veginn og hann segir, þú verður að passa stöðuna hennar, hún er mjög mikilvæg, skilur, og hann bara er svona að missa jafnvægi og síðan fer hann inn í vatnið og dettur. Og var engin partur af þessi hugsaði væri, vá, ég er búin að sjá Jú, en þarna var þetta miklu meira impactful fyrir mér, þarna virkaði þetta, og meðan þegar ég var að horfa á þetta í fyrstu myndinni síðast, það var svona ég var ekki einhvern veginn að svona ég veit ekki, sko, ok taktu þessar myndir, þú veist, ég horfa á þetta svona ef ég hef ekki horft á fyrstu myndina hefði séð þessa fyrst þá hefði ég dýrkað þessa mynd fattur þú, þú veist atriðin sem virkuðu ekki í fyrstu myndinni fyrir mér, virkuðu svo miklu betur þarna það var fyrir lagi að gera þau aftur ok, þannig að við kannski erum sammála svo snýst það kannski smekk, eins og þú ert kannski ósammála meira þegar ég er að segja að þetta er svolítið sama ári í fyrstu myndinni, en þú ert að segja ástæðan að þú kannski fílar það, því þér fannst taka þau atriði og betrum bæta auðvitað. Já, svolítið svona Terminator. Já, þá snýst þetta bara svolítið smekksatriði. Ég meina, ok, tökum Terminator atriði, þar sem hann kemur að einhverju svona punk-liði og þeir eru svona eitthvað hlæja á honum og eitthvað og þú veist, ok, þetta er eitt atriði. Þetta er bara, og einhver getur fundist það bara cool atrið. Síðan kemur atriði T2, þar sem hann fer inn í mótjólaklúbbin. Þetta er þú getur alveg sagt, þetta er sama atriði, skilur við. En það bífaði upp í svona meira grín. En hversu költ og epist atriði er það þegar hann í tvö, skilur við. Það er svo fucking gott. En það er líka bæðið stærra atriði og það er miklu meira húmor í versus nummer 1. Já, ok, húmor kannski vantaði upp á í Avatar Way of Water. Þannig að hann tvistar í allavega eitthvað aðeins. Já, það var kannski góð gagnrýni, þú veist, það var ekki það var komið svo smá húmor inn á milli, þú veist. Í Avatar 2. Í Avatar 2, sem ég gæti hleyja af, sko. En, og ég er ekki að segja verður á húmor, ég er bara að tala við erum að tala kannski svona copy-paste dot. Ég er ekki alveg sammála að í Terminator 2 sé alveg copy af fyrsta atriðinu. Já, þannig að hann leikar svolítið með það og gerir smá twist á það. Já, mér var til dæmis húmorinn í þessu betri heldur en húmorinn í Avatar 1, skilur við. Þegar Mér finnst það ekki verið neitt húmor, já. Þetta er svona léttari húmor. Þetta er kannski ekki, þú veist, ég elska þessu mikið sammála, það er gaman. En já, allavega, þá þú veist, fyrir mér er þetta svipuð atriði, skilur, I need your clothes, your boots and your motorcycle. Þú veist, þetta er bara Bilatrið. Þetta er bilatrið, þetta er bara eitt besta atrið kvikmyndasögunar, eiginlega. Sammála. Þú veist, þetta er eitt, bara, þú veist, hann kemur og þegar Bad to the Bone byrjar, skilur, og þú veist, allt þetta er bara geðveikt. Þannig að það er rosalega grín. Já. Skilur, lægið og ég er ekki að segja ég er bara að tala hann er að taka þetta atriði úr fyrstu myndinni. Það er grín en það er peppandi. Já, þetta er geðveikt atriði. En þú veist, ég hugsa kamerun og ekki verið bak við kamerun og verið bara svona, þetta er svo grjóta, hann er verið að skemmta sér. Ég veit það. En þú veist, þegar þú sér þetta sem 10 ára badd, skilur, þá er þetta bara, wow. Ég brost alltaf. Þetta var bara, Þetta atrið fæði þess að brosa, samt er hann að stinga gauð í öxlina og... Ég hlæ yfir þessu atrið enn þann dag í dag, þú veist, þegar hann kemur hann að hinga og ég get ekki látið fá I can't let you take the man's bike, eitthvað. You forgot to say please, hvað er að segja það? Já, þú veist, þetta er svo... En ok, sorry, okkur voru að tala um það. Já, þú vildi meina það sé bara sama. Já, og það, þú veist, mér finnst það svona byrjunaratrið, þetta er svona signature atrið. Þetta er signature atrið að hann er að, feta sig í heim Avatar og... En hversu mörg atrið má gera sem eru þannig, sem eru bara svona, wow, ok, þetta er eiginlega bara eins í fyrstu. Að því svo Terminator 2, að því við hlýtur að sammála því að bæði Terminatorinn sjálfur og Sarah Connor
fá mikla karakter örk yfir þessu tvær myndir. Já. Schwarzenegger þetta er alltaf ekki sami karakter í fyrstu myndinni, en hann er allt öðru sem fyrstu myndinni. Sarah Connor allt öðru sem fyrstu myndinni. Finnst þér ekki sama þarna? Nei. Finnst þér ekki allt öðruvísi? Þú er bara að setja á hliðlínuna. Þetta er svo Terminator 2. Já, það var að kynna líka nýja karaktera. Krakkan hans, fannst þér skemmtilegir? Mér finnst þér ekkit leiðilegir. Sko, krakkar eru vant með farið í kvikmyndum. Já. Og hvað þá bláir? Já, ok. Ég er að djóka. Þetta er djók. Það er alltaf, þú veist, þeir með að vera bláir eða þú veist, hvernig sem en að býtu, hvað mynd var ég að sjá? Já, ég var að horfa á Kasper í gær. 95 myndina? Já, 95 myndina. Ég var aðeins að svona skoða hana aftur. Mér er skemmtilega, það er eitthvað svolítið síðan sá hana. Og það var einmitt það sem ég sá, sko, ég var svona einmitt að spá í svona, já, krakkar, þú veist, geta verið svona, mann ennir ekki að horfa á þetta er krakkamynd, skilur, eitthvað Spy Kids hver ennir að horfa á þetta, skilur og svo þú veist, inn á milli krakka leikara eins og Macaulay Culkin eða Kristína Ricci eða eitthvað, sem eru bara geðið góð. Já, bara eiginlega allir krakkar í Game of Thrones. Ok, þarna þarf ég að rifja upp, sko, ég man ekki, varst þú Game of Thrones maður? Já, ég er algjör Game of Thrones maður, en Bronn mér varst hann hundleðilegur. Þú veist, karakter. Já, Bran, já. En hann sem leikari? Þú veist, karakterinn var bara, eitthvað. Ok, einn af hvað, 20 krökkum? Ok, Sansa, Joffrey. Já. Þau tvö. Arya. Sansa Stark? Já, Sansa var svona úlling, svona aðeins eldri, eða ekki? Jú, hún var samt ekki gömul í fyrstu seríunni. Nei, einmitt. Hún var mjög áhugaður karakter. Sansa en ok, ef við tökum bara börnin þannig að Arya og Joffrey það er vel gert, skilur það er bara svona allt þannig að þú veist, krakkarnir í Avatar eins og bara aðal karakterinn sem sem er sonur hans sem var alltaf að fara og hitta hvalinn og eitthvað og gat aldrei gert neitt rétt. Já, ég man ekki hvað hann heitir svo. Sko, ok. Gaurið sem sagði alltaf bró. Já. Sorry, ég verð að spyrja, ok, ég veit ég er núri nitpicking. Jú, bró mér langar samt að spyrja þessu út í eitt. Þetta er bara pæling. Já. Þetta dialog, þetta orð, hann notar þetta rosa mikið. Já. Bro. Já. Hann fættist á Pandoru. Hann er ekki við hliðin á neinum. Já, þetta er góð gagnrýni. Ég get alveg að segja. Og ég veit ég er að nitpicka. Nei, ég fór að velta fyrir mér, af hverju talar hann svona? Ég sé alveg að þetta ekki Sölli talar ekki svona. Þannig að hann er ekki lært þetta frá honum. Hann er ekki að horfa á bíómyndir. Hvað veistu það? Hann er ekki í grunnskóla með mennskum börnum. Hvað veistu það? Það er alveg heimur, þú veist, nördarnir tveirinn af vísindamennir, það getur vel verið að þeir séu, tjekka á þessa mynd. Ok, þú veist, ok, kannski. Anyway. Ok, þá skal ég bakka mig gagnrýna. En samt, ég skil samt, þrátt fyrir það, að það sé hægt að finna leiðir til þess að réttlæta þetta, þá hefði ég örugglega sleppt í sjálfur, ef ég hefði verið leikstjóri að nota fokkin orðið bró. Þú veist, þannig að ég er alveg sammála þessari gagnrýni. Mér finnst það svona... Það var pínu skrítið. Já, ég get séð að þetta... Ég er ekki að segja að þetta hefur skemmt myndina fyrir mig. Nei, þetta gerði það ekki hjá mér heldur. Mér fannst það svona pínu kjánalegt. Já, mér fannst það líka sérstaklega í byrjun svona þegar fóru... Sko, hann er... Hann, er það bróður? Nei, núna er ég að tala um Jake Sully. Já. Hann er orðinn svona pappi og þú veist, og hann byrjar að hafa áhyggjur af börnunum sínum, skilur, og krökkunum sínum, og hann sér sko, þú veist, maður sér að óttin hans byrjar að stýra, þú veist, þannig að hann getur aldrei gert neitt rétt, þannig að hinn, þú veist, hann er ekkert að tengja við krakkan sín, hann er ekkert að, hann sér hann ekki, þú veist, alltaf sagt, sko, I see you, þú veist, í þessari mynd, þannig að ég sé þig, og hann sér ekki, þú veist, hann sér bara sig í gegnum hann og er bara skítrættur hann fari og gera eitthvað sem drepa hann á endanum, þannig að hann gefur honum aldrei sénsa, hann er alltaf, þú veist, þetta er rosa klassískt svona father and son svona samband, skilur, eða þú veist, ég tengdi svolítið við þetta samband, skilur. Ég meina, ég á son í dag og þegar maður eignast barn, maður verður mýkri, já, en pældu samt í því, þráttur það, þú veist, ég tárast yfir fucking auglýsingu eftir eignast barnið mitt. Já. Þegar hann missi strákinn sig í myndinni, ég var svona bara... Það? Enginn.
tilfinning. Ég var alveg bara... Já, mér fannst þetta nefnilega ekki vera neitt karakter. Já, þetta var eldri bróðurinn, skilurðu, en þú veist, þú þurftir ekkert að kynnast allri fjölskyldunni, þú veist, hann var bara svona eldri bróður sem átti að hafa vit fyrir og, þú veist, var alltaf að reyna að passa yngri bróðurinn og og kannski orðin aðeins þroskaðari og aðeins svona, þú veist, svona meira the good child, skilurðu, og meðan hinn meira, þú veist, þessi svarti sauðurinn, alltaf, þú veist, miðjubarnið, og þú veist, og ég miðjubarn, sko. Kannski það líka, ég tengdi þannig, skilurðu, ég tengdi þannig að ég hef alltaf verið svolítið eins og þessi... Kvalagurinn. Já, svona, vil fara mína ein leið, þú veist, og sé hlutina einhvern veginn og finnst stundum eins og það sé ekki verið að gefa því, þú veist, þess að hann var að tala við Chief, gaurinn í Vass. Já. Og hann var bara, nei, ég veit hvað ég veit, skilur, ég veit hvað ég sá. Og hann mátti bara alls ekki, skilur, hann átti að bera virðingu fyrir the Chief og svona, og ég tengi svolítið við þetta. Ég tengi við, þú veist, hennar karakter þannig. Og kannski það líka einn ástæða fyrir því að ég fílaði myndina, það að ég sé... Pottet, mér finnst mjög áhvert að hlusta á þetta. Núna heyri ég líka svolítið hvað þú greifst í. Já, ég greip í þetta, þú veist, ég sé, náttúrulega, þetta ekki, sko, fyrir mér þetta ekkert endilega besta mynd ársins eða eitthvað, þú veist, en þetta svona, það gaman samt að fá fyrir mér blockbuster sem góð. Hvað er þetta betur, þessi að Top Gun Maverick? Top Gun Maverick var tölvöld betri. Akkur er hún betri? Það samt býttu nú við. Ég svolítið fljótur að svara. Allan daginn Maverick. Já, því að þér, ég veit það. Ég dýrka Maverick. Ég veit að hjá þér það bara, ég var svolítið fljótur að svara. Sko, Maverick var góð maður. Hún var öflug maður. Já, ekki. Það var rugl. Shit, hvað hún var góð maður. Vorum við eitthvað búin að tala hana eða? Nei, ég bara vissi að, við vorum búin að tala í kvikmyndahámanna-grúpunni. Bara svona eitthvað komment og ég vissi að við vorum sammála. Allan með Maverick. Sko, ég rosa ánægð með þetta árið mitt, út af því, þú veist, þetta svona 2 góðir blockbusterar, þú veist, og fyrir mér Avatar, þú veist, alveg góður blockbuster, skilur, annað heldur en mikið af þessu Marvel sem hefur alltaf verið að koma út og maður svona, þú veist, svolítið svona kaotist en samt alltaf sama, þú veist, á saman tíma og maður svona... Mér nefnilega leið pínu svona, ég verið gagnrýndur svolítið Marvel fyrir að detti ykkur svona formúlu gildur, og gróðstu þreytt, maður er búin að sjá þetta áður. Mér leið pínu þannig því að horfa Avatar 2. Já, eins og nefndi að mér fannst bara að sé þetta allt áður. Ég fekk ekki mitt sömu, sko, ég fekk svona unique experience. Nú ætla ég aðeins að telja upp svona, nokkur aðferð sem það sem ég hugsaði með, ég er búin að sjá þetta áður. Þú veist, eins og hákalladrið, það er bara eins og partusadrið í fyrstu myndinni. Það kemur eins og hákall og eftir stráknum er hann að glefsja hann í ykkur kóralriðið eða hvað þetta er. Það er bara svona Sully, hann var í gróðurinnum. Jú, það er skot í myndinni þannig Terry skýtur gegnum svona þyrlu. Mér finnst þess að það er bara identical skot úr fyrstu myndinni gegnum svona smáatriði. Þú veist með Sam Vondekall, jú, hann aðeins öðruvísi, en þetta er samt Sam Vondekall. Já, þú veist, hann er... Þau eru aftur að ná eitthvað efni. Já. Það er ekki á Noctanium, þau nefna það ekki svona nafn í þessari. Ég vissi samt, sko, fyrirfram. Þetta er þið svona? Já, ég var búin að gefa mér það að þetta ég sá auglýsinguna, ég sá trailerinn, og þá sá ég bara svona, já, ok, þetta er framhaldsmynd og þetta verður örugglega svo svipað ark út af þau eru bara núna í sjónum og svona. Og maður sér það, þú veist, það er þeir kom aftur, þú veist, með sína, í staðin fyrir að vera með hvað heitir það, svona flugvél yfir skóginn, þá eru með bara svona risastóran, hvað heitir það, bát, já, eða svona skip og en þannig að ég var eiginlega svona búin að gefa mér það, ég var komin í sátt við það áður en ég fer á myndina. Ég er kannski barnalegur, ég hugsaði bara með mér, það er ekki fræðilegur að kameran sem var að gera það samáttur. Ég veit ekki, ég var komin í sátt við það og þá var ég svona minni væntingar og hugsaði bara, ok, þetta verður allavega þá litrík skemmtun, þú veist, með geðveikri grafík og ég ætla bara að njóta þess. Hvernig er þetta lengdina myndinni? Ég reyndar, þú veist, tók ekki mikið eftir lengdinni, út af ég bara, hún flög fram með mér. Óska þess að ég hef verið þú að horfa. Mér fannst hún bara alveg geggjuð, skilur, þú veist, Ég var að deyja síðustu klukktíma.
Vá. Ég var að deyja, Vá. af því ég hafði enga tengingu við neitt karakterina. Hefur þú séð Alita? Þannig Já. með, Hún er 10 sinni betri. það? 10, af því Alita er allan karakter. Nei, mér fannst þetta með einmitt svona minna mig á Alita, skilur. Mér fannst þetta svona bæði... Það er betra að hafa sér þeirri mynd. Finnst þið það? Já. Sko, Mér finnst það. mér finnst gaman til dæmis líka, þú veist, þegar hann að... Ok, við erum ósammála með alls konar. Þú veist, mér finnst það flóknir karakterar, mér finnst svona... Þetta flækjast einhvern veginn, samt einhvern veginn fara rétt, eða svona, sé rétt skrifað einhvern veginn, þetta er svona, það er svona perfect einhvern veginn fyrir mér. Og síðan, hérna, kom svona Titanic feelingur líka í lokin, svona þegar vatnið að byrja að vera, hérna, þú veist, fyllast upp í þessi, báturinn var að sökka, þau voru först inn í, báturinn þurfti að þræða sig í gegnum, hún reyndi að opna hurðina, hún var of þung, þú veist. Þá var ég bara að hugsa hvað ég þurfti að kaupa í bónus fyrir. Það er málið það. Án jokes, Jóhann. Eigum við ekki bara að skipta hlutverk? Ekki bara... Ég má alveg vera... Ég er að djóka. Málið líka, ég er farin að reyna að gera í þessu podcasti, ég er farin að reyna að fjalla bara eitthvað sem er skemmtilegt. Já. Það er alveg nokkra myndir sem hafa komið út. Þetta er svo, tökum bara dæmi, Black Adam sem er hræðileg. Ég ætlaði að gera Black Adam þátt áður að koma út. Svo sá ég hana og mér varst bara hræðileg. Ég nenni ekki, mér langar að tala eitthvað jákvætt. Ég nenni ekki verið eitthvað, ég sé að hraun yfir eitthvað. Já. En ég skil. Já, en þetta er Avatar. Já, þetta er Avatar, þá verður hún... Ég verð að gera þátt með Avatar. Og ég var ekstra spenntur, en það bæði að fá þig og að því ég vissi að við erum ósammála, mér finnst það gaman, mér finnst gaman að rökra myndir. Það var ýmislegt sem ég langar að ræða við þig í þessari mynd. Og það er eitt sem ég langar að nefna núna strax, og ég gleymi ekki. Okay. Mér fannst, ég átti svolítið erfitt með að átta mig á Wondergan. Já. Af því að hann er klónaður, hann kemur aftur, ok, ég fyrir ekki það alveg, svolítið, með pínu skrýta að kem ekki bara eitthvað nýr Wondergall, en ok, hann er klónaður, hann kemur aftur. Og hann er sendur í þetta mission að fara eftir Sully. Af því að Sully er yfir þessari uppreist. Já. Og hersöngin segir við Wondergan, herru, þú er að fara hann eftir Sully og uppræta og græja allt. Og í leiðinu hann færði smá hefnd. Af því að já. Ok, eitthvað motivation. Nei, já, nákvæmlega. Þarna er ég alveg on board. Ok. En svo hættir Sully. Sully hættir í uppreisninni. Hann hættir í stríðinu. Og hann flýr bara með fjölskylduna. Hann er hættur. Hann er ekkert lengur í stríðinu. Hann er ekkert lengur í uppreisninni. Já. Af hverju Wondergan ennþá eftir hann? Þá kannski segir eitthvað, já, það er hefnd. En hann er samt partur sem er. Þeir vita samt ekkert hvernig hugarástandið hann Sully er orðið, skilur. Fyrir bandariska, eða fyrir, þú veist, human, NATO, whatever, þú veist, hérna... Herinn. Þá, þú veist, eru þeir bara, herru, við verðum að taka hann út eins og Osama bin Laden, skilur. Þú veist, við verðum bara að taka hann út. Þú veist, sama hvað. Þó að Osama bin Laden hafi verið bara fundið guð og eitthvað á millitíðinu, þá fóruð þau samt á skutan í hausinn, skilur. Þannig að það skiptir yngur máli. Ég átti kannski ekki að hlæja þessu. Þetta er fyndið. Þetta er góð. Það er spurningun orða þetta. Þetta er góður punktur. Góð punktur. Er það ekki? Góð punktur. Ég hef ekki hugsað þetta þannig. Nei, þannig að þú veist, ég sé þetta bara þannig að, þú veist, ég fór alveg að hugsa sko, þú veist, þeir sjá alveg að skipið og mission er að feila og eitthvað, okkur fara ekki bara með all in, þú veist. En síðan er þetta ekki það einfalt, skilur, þú veist, sjórin er, kannski eru langt í burtu, sjórin, þú veist, þannig ég fór að fyrirgefa alls konar hluti og einbeita mig bara að því sem mér fannst flott og skemmtilegt. Og það var einmitt, þú veist, þessi hérna, þessi afneitun, skilur, og þessi, eins og til dæmis þegar Neytiri, hérna, missi son sinn og sársökin sem, þú veist, kannski tengdi þú, eða þú veist, kannski varstu bara, en fyrir mér, ég var alveg inn í myndinni, ég var algjörlega bara sogin inn í myndina og var bara, var ekki the case með Avatar 1, þá var ég svona, hún náði ekki að grípa mig þannig að ég gæti verið, þú veist hvernig þetta er, þegar þú dettur inn í mynd bara. Ég var meira invested í Neytiri og Sully í fyrstu myndinu heldur en Já, en þú veist, mér fannst allt í lagi að kynna nýja karaktera, því að ég veit líka að koma 3 myndir í viðbót, skilur, þannig að þetta er svona... Svo spurning, er það galli eða kostur? Ég er fann að hallast að því að það hafi verið galli. Sko, ég held að sé gaman, sko, ég er mjög spenntur fyrir 3. myndinni, þú veist hvað er, ekki Seedbearer er næsta mynd. Ég man ekki hvað næsta þetta er. Og síðan kemur eitthvað Tulkun Rider eitthvað og eitthvað.
Ok, en má ég það spyrja þetta út í eitt? Ég fór að hugsa þetta bara á það í dag. Ef að 3, og nú ég kom bara með eitthvað rögluna, ef að 3 verður svolítið svipu þessar, svipu nummer 1. Hún verður það ekki. Þú ert alveg 100%. Hún verður það ekki. Af hverju segir það? Út af þetta nummer 2. Af hverju þetta 2 var svipu 1? Út af því að það er svona, þetta er svona eðlugur framgangur mála, skilur þú veist, það kemur hér, hann feilar, þá koma bara meira, skilur, þetta er allt svona að gerast, það mun örugglega, þú veist, þetta verður ekki, 3. myndin verður eitthvað öðruvísi. Þeir fara til jarðarinnar, meira þess að. Já, ég fjórði það. Ég heyrði það eitthvað staðar, ég veit ekki. Framleiðandinn sagði það. Finnst þér ekki bínu skrítið? Að hann spoili það bara. Já. Af hverju? Þeir að tala, málið líka, ég verði að segja, Cameron er búin að segja alltaf mikið áður en þessi á frumsýnd. Þá er hann búin að segja, já, þú veist, ég er búin að plana 5 myndir, en ef að, þú veist, markaðurinn bara segja manni, kannski fólk ekki fíla 2 og þá er 3. hönnuð þannig að við getum bara enda á 3. Þá verður þetta bara 3-leikur. Já. Og framleiðandinn er að tala já, svo en í 4. þá förum við til, eða 5. við förum til jarðarinnar, það er geggjað. Þeir eru rosa mikið að tala framtíð. Það er samt skiptir svo litlu máli því að, þú veist, þessar myndir munu alltaf, þú veist, það munu alltaf koma fólk og fara að sjá þessar myndir, held ég. Ég held að þeir viti það hvort þið er. Heldur þú að fara yfir 2 billion, þessi mynd? Hvað býtum við, var það, Top Gun? Ég meina að Top Gun Maverick er í 1,5 held ég, kringum það. Nei, þessi fyrir ekki yfir 2 billion. Heldur þú náðu Top Gun? Hún er allavega billion. Heldur hún endi þar cirka? Worldwide? Eitthvað meira, þú veist, eitthvað... Er það rétt rúmlega? Já, kannski bara eitthvað svona svipa á Top Gun, held ég, myndi ég segja. Allar á hann aftur í bíó? Ég var að hugsa það, sko. Ég var að hugsa að fara... Hver langar til þess? Ég var að hugsa að fara... Ég er að melta, ég fer svo sjaldan 2 í bíó. Sástu 1 einu sinni? Það er bara tími. Nei, 1 sá ég nokkur sinnum... Þú veist, ég sá bara einu sinni í bíó. Já, bara einu sinni í bíó. Já. Svo ég man ekki, keypti PlayStation 3 á sinni tíma og þá var svona Blu-ray og þá ákvað ég að kaupa Avatar og sá hann aftur þar. Af því að fólk var að fara oft á fyrstu myndir, sko. Já, nei, ég fór bara... Þess svona meðal annars var hann svona vinsæl. Já, ég fór bara einu sinni á hann, sko. Ég bara pæla, heldur að almenningur sé að fara eins oft á þessa? Ég get alveg trúið að einhverjir vilji fara aftur á hana. Þú veist, ég er alveg svona... Þú ert að melta? Ég er að melta upp á, þú veist, frame rate-ið, sko. Já, kannski, þú verður til að prófa að sjá hana bara í 24. Já, ég er svolítið svona old school þar, sko. Ég fíla, Já, ég meina það. Fíla cinematic, En, sko, svo er hún náttúrulega 3,5 tími eitthvað, 3 og 17 mínútur, ekki? Þannig að, þú veist... Hefur ekki klippt neitt, bara, þú talar um að þú hefur ekki fundið fyrir lengdinni, þú varst bara sáttu með lengdina. Ég var sáttu með lengdina, sko. Ég var að fíla hana og þú veist, ég var ekkit viss allar myndina, skilur. Mér fannst hún ekkit gallalus, þú veist, ég var alveg stundum bara, En 8-8-5 er heldur hátt, skilur. Þess vegna er svona... 8, já, ég myndi segja 8. Já. Já, hún er bara, mér finnst hún bara geggjuð, sko. Ég fílaði, þú veist, til dæmis karakterinn Sigourney Weaver, litla barnið hennar. Já, unglingurinn. Já. Þú veist, þegar hinnir eru svona, geta ekki sko kafa lengi og eitthvað og þú svona, já, ok, og svo, hei, hvar er hún? Og þá er hún alveg bara immersed inn í, þú veist, hún er svo tengd, Eva. Já, bara tengd, þú veist, þessi... Þetta er ekki Eva, hún er svo spiritual, þessi mynd er alveg spiritual, þú veist, hún svona make sense spiritually. En maður svona, sem svona blockbuster myndir eiga að gera, en ekki vera bara formúla, hreinum bein formúla. Hún er náttúrulega einhverju liti formúla, en hún er líka að reyna að vera dýpri og spiritual og spyrja spurningar og pæli í, þú veist, hlutum sem eins og Interstellar var að spá í, eða, þú veist, einhver gildi, einhver svona, einhver lögmál, þú veist hvað ég meina? Já, ég skilji. Og hún er að reyna, þú veist, hún er að klást við eitthvað konsept og hún gerir það príðilega, finnst mér. Þú veist, mér finnst það alveg svona eins og Chief-gaurarnir og það að þú veist, hei, við viljum ekki fara í stríð, skilur, þið verður bara að wipa þær út
á núinu, skilur þú veist, og svona þú veist, þetta leiðtoga, að vera leiðtogi en samt einhvern veginn geta svona reynda, þú veist, það er ekki bara keyrum áfram, skilur, að vera leiðtogi, það er líka stundum svona að reyna að róa fólki niður, þú veist, og mér fannst það svo cool að, þú veist, Jake Sully var keyrum áfram, drepum allar, svona, þú veist, en í þessu skipti þá var hann frekar að reyna að róa fólk niður, þú veist, mér finnst það svona, þetta leiðtoga aspekt er oft svona meira bara svona let's go, þú veist, það er sjaldan talað sko, hvenar þurfum við aðeins svona, hey, þú veist, chill, þú veist, við þurfum nota vitsmuni svona rétt, skilur við vita það, þú veist, hey, þeir eru með kjarnorkusprengjur og kafbátarnir til dæmis, kafbátarnir sem komu krabba kafbátarnir með svona geðveikt, sko, ég var alveg investið í því, sko, þegar Er það svona hönnunin eða svona hönnunin? Já, og skemmtilega svona notað líka, þú veist, eins og þegar það brotnaði glerið og þurfti að drífa sig út og líka bara, þú veist, þegar hvalurinn sneri sig upp á línuna og síðan byrjaði bara að taka bátinn og þú veist, gaurinn var höndina á síðan þetta er svo missið hann höndina? Þetta var svo, þú veist, ég var inn í myndinni og var að muna það. Já, ég veit það. Þegar ég sé það, þá er þetta bara svona, wow, þetta minnir mér svolítið á svona þegar, þetta er náttúrulega ekki alveg jafn gott, en manstu þegar risaðalan tekur gaurinn í klósitinu og byrjar að hrista hann til í Jurassic Park 1. Já. Þú veist, ég fekk smá þannig feeling í þarna. Skilur, þó að það sé náttúrulega ekki, þetta er ekki alveg jafn flott atriði af mínum mati. En eins og berð saman þessa myndu aðra svona risa blockbuster, eins og bara Jurassic Park. Jurassic Park er náttúrulega nummer 1, sko. Þú veist, Jurassic Park er bara var hún ekki bara á top 3 hjá mér? Ég mér minni það. Þú veist, hún er... Alla top 10, minnum við. Já, hún er alltaf ofalega, hún er, þú veist, besta blockbustermynd sem hefur gerð. Ok, en ef við tökum, ef við strípum bara allt frá Avatar nema kannski handritið. Þú segist það að vera ánægð með söguna, þó hún sé kannski ekki frumlegasta, sérst í Avatar 2. Já. Þess að ég er bara að pæla, er handritið? Ok, segjum. Þetta er fullkomin brú, ef þú pælir í því. Býtti, leið mér að klára. Því að ef þessi mynd hefði komið út 2011, já. Segjum bara 2 árum eftir Avatar. Já. En það var þess að ég var alltaf að segja fólk sem var efins Avatar 2. Já. Ég var alltaf að segja fólk, nei, þú veist, Cameron er að fara að koma eitthvað brjála. Já. Þess vegna hann er ekkert að fara að dælis út, hann er að fara að koma eitthvað geggjað. Já. Ef þessi myndi hefði komið 2 ára setna, þá hefði ég örugglega sagt, þeir áttu að eða þess með tími handritum maður, þeir hafa verið að drífa svo mikið. Já. En að það er svo ógeðslega langur tími liðinn, er þetta það besta sem þið gátu gert? Þú veist, er ásættanlegt að við segjum bara, já, þetta er allan að dugði, verði ekki að gera aðeins meiri kröfur? Þetta er svo langur tími. Handrit er líka svolítið magical, sko. Þú veist, það virðist vera eins og að sé bara eitt erfiðasta sem hægt að ná rétt í kvikmyndagerð. Það er gott handrit. Meira svo Hollywood er alltaf að feila á góðu handriti. Algjörlega, en veistu svona hvað er ofta sem er að hefta handritsöfunda? Það er tími. Það er deadline. Ef að þeir fá að nostra við það, það er oftast þannig. En minna, þú veist, sköpunarferlið er náttúrulega mysterious. Þú veist, Led Zeppelin tók upp sína fyrstu plötu á 1 viku eitthvað, þú veist, þannig að, þú veist, tími er ekkert alltaf bara að skrifa, það er líka, þú veist, af hverju er Halldór Laxness svona góður rithöfundur? Þú veist, ég heyri það var ekki bara út af því hann var að skrifa, þú veist, hann fór bara milli sveitabæja og lifði og var með fólki og var svona mann, blendin og mann, forvitin. Já. Og þú veist, og svo, þú veist, kannski, það er kannski 40 ára undirbúningur áður síðan, eða fattur ég veit ekki hvernig. Þú veist að tala lífsreynslan skiptir líka máli. Já, lífsreynslan skiptir máli. Þannig að ef þú, rithöfundar er ekki bara, þú veist, machines bara sem geta skrifa bara eitthvað geggja gott og það, þú veist, þú þarfst að lifa svo mikið fyrst og síðan þarfstu líka náttúrulega að æfa, þú veist, að skrifa, kunna skrifa og vera með nóg, þú veist, þannig að handritið er mysterious. Handritið er, þú veist, þess vegna er Tarantino svona ofalega hjá mér, þú veist, og hann virðist bara vera með einhvern svona, hvað heitir það? Svona náðargáfu í þessu. En hann líka tekur sín tíma. Hann tekur sín tíma og hann líka er svona
þú veist, hann bara eins og tölva sem hefur séð allar bíómyndir, hann svo AI sem hefur séð allar tölvur. Nei, allar bíómyndir, þú veist, frá og geðið góðar myndir, skilur. En Cameron var ekkert að byrja í gær. Nei, en hann var samt kannski eitthvað, þú veist, hann var mikið bara, mér fannst alveg koma út, þú veist, hann hafi verið í sjónum, hann að kanna. Já, en var það ekki bara svolítið upptíkin af tölvubrillum? Og 3-vít og high frame rate og allt sem útlýslegt. Já. Ok, önnur spurning. Ef þú skoðar bara, ég er bara að taka einhvern lista, IMDb-listan, topp bara 20. Er einhver mynd þar sem er, ok, kannski er það að ræða þetta því við erum ekki sammála. Alltaf. Ég basically að segja, það er ástæð fyrir myndir svo Shawshank Redemption, Godfather, verða líka góð eftir 100 ár. Já, ég er í sammála. Og það er ekki að því það eru vel teknar upp, þó að sé það vissulega. Já. En það er ekki nummer 1. Nei. Handritið. Er einhver að fara að horfa Avatar Way of Water eftir 100 ár? Nei, hún er ekki svona Shawshank, þú veist, perla skilur í handritslega séð. Það er bara... En ég hugsa fólk eftir að horfa Jurassic Park eftir 100 ár. Já, hún er líka... Það er samt spektakulmynd, það er blockbuster, það er tölvubrillmynd. En sko, bókin... Hún betur skrifuð. Hún var geggjus, þetta var svona fyrst svona... Hún er byggð á svona science fiction, bók. Eftir Michael Crichton. Já. Þannig að, og síðan virðist eins og Spielberg hafi bara tappað inn í eitthvað, þú veist, bara perfect, skilur. Þú veist, þú veist, þú veist með allt. Tökum annað dæmi, sem er ekki byggt á bók. Raiders of the Lost Ark. Já. Fólk mun horfa á hann eftir 100 ár. Já. Steven Spielberg er náttúrulega bara einhver... Því hann náttúrulega lengi vel var blockbuster kóngurinn. Þú veist hvernig hann byrjaði að leikstýra kvikmynd fyrst? Hvenar? Já, 12 ára gamall. Já. Það stóð allavega í alfræði bók unga fólksins. Var hann að gera eitthvað stuttmyndir og eitthvað svona? Já, þú veist, hann fór inn í hann var bara í þessum heimi og hann kom sér bara inn í og fekk bara geggan áhuga á þessu bara alveg frá mjög ungur. Blautu barnsbeini. Þannig að hann er svona, hann marinir að stíða þessu svo alveg frá... Cameron líka. Þetta er fucking James Cameron. Þetta er Cameron, já, en þú ert, ég sé það, þú ert ósáttur við myndina, ég sé það. En ég er alltaf, Nei, ég veit það. Ég er sáttur, sko. Þetta snýst ekki ég sé að snúa þér, eða öfut, mér er bara gana að ræða þetta. Já, ég er sáttur, mér fannst þetta, sko, þú veist, það er gaman. Eins og það, hann hafi verið, þú veist, að kanna í rauninni í 13 ár, þá var hann bara í svona sjávar rannsóknar leiðangri, hann hefur bara tekið Titanic útborgunina og þú veist, fór bara að leika sér að kafa 3 kílómetra niður í Kyrrahafið og skoða nýjar verur og eitthvað, skilur. Ég myndi kannski bara gera það sama, þú veist, ég skil hann allavega mjög vel að eyða peningum sínum í eitthvað sem, þú veist, annað áhugamál, þú veist, hann er ekki sem segir, en síðan sér maður svolítið, sko, maður sér alveg, sko, hann hefði örugglega ekki gert hana svona, hefði hann ekki haft þann undirbúning að hafa verið svona undirsjávar og þú veist... Algjör, en þetta er allt sem að snýra útliti gæður. Já, en líka, þú veist, hönnunni, finnst mér, þú veist, hönnun á lífverunum... Já, það er útlit. Já, hönnun útlit. Þú veist, útlit fyrir mér er, þú veist, bara svona, aesthetic og hönnunin fyrir mér er, þú veist, hvernig þetta er hannað. Þú veist, hvernig lífverunar eru. En svo þessi bara lífvera hérna. Þú veist, mér finnst það geggju, þetta er svona flugfiskur sem er svona... En það er ekki útlit? Jú, þú veist, þetta er allt útlit, eða fyrir mér er, sko, ég skipti útlit bara í tvennt, skilur? Já. Ég skipti bara í bara lita, þú veist, liti og Ég ætla að koma eina erfiða spurningu. Tæknilega. Fyrir ekki, ég ætla að koma eina erfiða spurningu. Það er kannski erfið, það fyrir eftir hvers mikið út pæla í þessu. Og þetta er flókin spurning, ég ætla samt að koma að hana og ég ætla að grilla þig. Ef þú þyrstir að velja bara eitt, ég heldur sem búin að tala eins þetta áður í einhvern þætti. Ég ætla að spyrja aftur. Ok. Hvað finnst þér mikilvægast í góðri kvikmynd? Eitthvað. Ég held þú sér búin að spyrja með þessu. Hvað sagður þau? Ég held að sé handritið, sko. Það er handritið? Ég hugsa að sé handritið. Ok, handritið, ok. Þá ætla ég að spyrja þig aftur. Eða sérst, í framhald af því. Og þá segir bara já eða nei, ég menna, við þurfum ekki að sammála.
Já. Heldur að Cameron hafi sett eins mikið púður í handritið eins útliti í þessari mynd? Nei. Og það á ekki verið í lagi. Já, þetta góð punktur, þú veist, en það er klárlega mesta púðri sett í tæknilegu, menn þú sér það, þetta er, sko, hver einasti rammi eru kannski 200 listamenn á, þú veist, skilur, fattur að vinna stanslust 3 daga, skilur, þú veist, þetta er svo gríðarlega, ég veit ekki nákvæmlega tölurnar, en þetta er svo mikið sett, þú veist, í, Þetta er alveg brjála. Þetta er svolítið eins og, hvað heitir aftur Japanina sem gerir teiknimyndirnar? Miyazaki. Fyrir mér er þetta svolítið þannig að, þú veist... En er hann ekki líka svo góð sögumæður? Jú, hann er mun frumlegri sögur, sko, þannig. En handritin eru samt stundum ekkit endilega... Upp á 10? Já, bara svona dialógurinn er ekkit alltaf eitthvað. Mér fannst dialógurinn alveg góður þótt að handritið, ég fyrirgef handritið því mér finnst þetta að vera svo organic leið út af þú veist, þú getur ekki haft þetta bara algjörlega nýtt. Þú veist, þú verður að tengja þetta við fyrstu myndina, þannig að þeir eru bundnir að einhverju leiti við það að vera, þú veist, að láta þetta þróast og svo vita þeir það að þeir eru að fara að gera 3 myndir í viðbót og þá, hvernig brúum við þetta, skilur við, hvernig látum við, þú veist, kannski hugsa líka, þú veist, ok, 3., 4., 5, þá þurfum við að introdúsa nýja vondakalla inn, en þú veist, hvernig getum við, þú veist, látið þá Jake Sully vera, þú veist, hann þarf kannski að vekja athygli hjá einhverjum nýjum gaurum og þá þarf hann að defeata 2 svar, þú veist, á plánunduna Avatar, hann þarf að vinna á 2 svar, þú veist, ég hugsa líka það að, þú veist, handritshöfundunir þurfa að hugsa fyrstu myndina og þurfa að hugsa framhaldið og síðan gera eitthvað sem virkar organically inn á milli og ég held að það sé ekkit auðvelt task, skilur, að gera það auðvitað og mér fannst Avatar The Way of Water ná því, þú veist, ég treysti því að þeir náðu því líka á sama tíma náðu þeir að gera eitthvað skemmtilegt, skilur, á sama tíma voru þeir að introdúsa nýja karaktera, ný resource, þú veist, þótt þetta sé resource, þá er þetta nýtt resource sem er, þú veist, life exilir, sem er ógeðslega spennandi. Þannig að, já, þú getur bara framlengt líf og hvað gerist þá, hvernig ætlar að nota það, er þá einhverjur humans sem eru búin að nota það, og hvernig líta þeir út, eru þeir bara eitthvað svona overhumans, skilur, Ég elska hvað við horfum á alltaf. Veist hvað ég meina? Ég bara, ímyndunaraflið mitt var alveg stimulatað, skilur og það hefði auðvitað geta verið bara algjörlega flatt og ég hefði ekki verið stimulataður, en ég var stimulataður og þá, þú veist, þá verði ég bara að vera, sko, hvað heitir það, þakklátur fyrir það sem kom og sama tíma þá skil ég alveg ef þú upplifir það ekki þannig þá er ég ekkert endilega að fara, þú veist, ég er ekkert að reyna að sannfæra þig, sko. En ég er með kenningu. Já. Ég verð að fá að koma með hana. Það sem ég held að það skeið, hann skrappaði handritið 2. Hann var búinn að skrifa nummer 2 og hendi. Vissur það? Já, þá hlýtur það að hafa verið ennþá verra. Nei, það sem ég held að það hefur verið. Þetta er mín kenning. Okay. Hann gerir Avatar og það var mega sjens á sínum tíma. Og það er líka sem ég nefndi þess að þáttu kemur út eftir ég gefa út árabónda þáttu minn. Ég nefndi það aðeins í þeim þetta líka. Fólk voru bara afsakað það ef ég er að endurtaka mig. En Cameron, ég hef alltaf litið á hann sem ógeðslega kjarkaðan leikstjóra. Hann hefur verið svolítið rebel í gegnum tíðina. Tökum bara Terminator 2. Þegar Terminator 1 var svona vinsæl og sprengdi svolítið hans feril. Hann ákveður að hafa Schwarzenegger góðakallinn í þeirri mynd og hann gefur krakka sidekick. Það er alveg séns. Og líka hvað hann kostaði mikið. Og hann er að gera vondakallinn úr fljótandi málmi. Það var bara glænýtt. CGI fyrirtækin, Industrial Light and Magic, þeir vissi ekki sem hvernig það gerir þetta. Þannig að það var séns. Hann gerir Aliens. Alien 1 er horror thrillermynd. Hann gerir Hasa stríðsmynd. Það er séns líka.
hann hefur Titanic, hann gerir ástarsögu elska Titanic. já, en ég er að í dag er svo auðvelt að líta tilbaka og bara, já, auðvitað var hann vinsæl ég skil fyrirfram, já, þannig að þegar hann pizzar, ég ætla að gera mynd já. ástarsaga, byrju ástarsögu, þú ert hasakur Já. nei, mér er sama, ég ætla að gera ástarsögu svo gerir hann með Avatar, já. hann gerir ekki mynd í 12 ár svo bara, ég ætla að gera mynd, þetta er blátt fólk á okkur plánetu, Já. þetta er ekki byggt á Já. sjens Já, ég fíla það. já, ég líka, hann har alltaf verið sjensa-gaur og hann er gamla svakala en oftast fengið Já. velun þá í samanum með það 100%. það sem ég held að við skeið, en hann gera Avatar og hún alltaf var miklu vinsælli en nokkurn mann grunaði Heldur það? Já, ok. Já, þetta er tekjasta mynd allra tíma. Ég held ég veit hvert þú ert að fara, en ok, alltaf fram. það sem ég held að við skeið hann gera hana Já. og þú getur ímyndaðir núna pressuna ef þú gerir tekjastu mynd allra tíma Já. og nú ert þú að gera framhald Ok, þú ert ekki að fara það sem ég held Nei, okay. Hann hefur síðan tíma til að skrifa framhald þannig að hann hefur sem að ég ætla að gera eitthvað meira með þetta að þetta er alltaf heimurinn hans ok, hvað ætla ég að gera? Hann skrifa framhaldsmynd Já. Ég veit ekki hvað hann lengi að gera það ég veit ekki hvernig hann gera nákvæmlega en hann skrifaði framhaldsmynd nr. 2 Já. Hann hendir í rusli Hendir hann hendir handritinu í basically bara rusli hann byrjaði upp á nýtt hann skrappaði því handriti Já. það sem ég er að pæla var kannski það handrit voru kannski voru meiri sjensarar kannski var það öðruvísin fyrsta en það sem ég held líka við skeið svo veit ég náttúrulega ekki hvað þýr að skrappa? Hendaði bara? basically bara byrja upp á Nei, nýtt þú veist, hann geymir það sem draft hann nota það ekki fyrir 2 Nei, en hann getur kannski notað það sem seed fyrir, þú veist, þetta ambitious project sem hann er með þannig að við erum átt okkur á því, við erum að dæma 2 en það, þú veist, þetta eru 5 myndir þetta verða 5 myndir maður verður að horfa á þetta sem svona þessa epic sem þetta er að fara að þróast í fattur þau? Vonandi þú veist, og ég held að það sé verið eins og karakterinn krakkarnir, skilur þú veist, ég er ekki alveg búinn punktum minn ok, sorry, ég ætla að fá að klára þetta ekkert mál af því að hann er raun að skrifa þetta 2 þetta handrið og ég hugsaði með mér því ég las viðtöluðan áður en ég sá Way of Water ég hugsaði með mér, já, það er kannski bara eitthvað drasl þess að ég held að við skeið því svo kemur alltaf inn í þetta líka Disney kaupir Fox Avatar var alltaf Fox mynd alveg rétt, Disney kaupir Fox, ég veit að þetta búið í ferli lengi þess að ég er bara að hugsa panika gugnaði kameruna þess að ég held að hafi mögulega skeið og ég held að þetta sé líka ástæðan fyrir að þeir tala svo mikið framtíðarmyndir ég held að Cameron sé svona Býðu mér að klára ég er ekki alveg búinn, sorry ég er alveg búinn allt í góðu og hafi hugsað með sér það er svo langt síðan að Avatar kom út ég verð einhvern veginn að fá þau á mitt band ég verð að fá á mitt band af því ég er að fara að gera 5 myndir ef ég tekur marga sjensa með 2 ég geti mistök og þá kannski er það ekki að koma í 3, 4, 5 Já, þetta er áhugaverðpæling þá er kannski betra fyrir hann bara af því hann sagði, þetta er hann sagt í viðtölum hann sagði við handritið teimið sitt hann sagði, ég veit ekki hvort veist það hann sagði, áðurinn komið eitthvað nýjar hugmyndir þá skulle við greina fyrstu myndina sjá hvað virkaði af hverju sagði hann það hann sagði þetta handritið teimið sitt af hverju resonetaði þessi mynd svo svakalega fólki hvernig gæstu sé það að hann hafi sagt það við handritið af því hann segir þetta sjálfur í viðtali hann sagði áðurinn þið komið nýjar hugmyndir þá þurfum að greina fyrstu myndina það sem ég held það þýddi já, það er áhugaverð sko. Ég held að hann var að meina bara hver er kjarnin en ekki að taka bara story beatin í fyrstu myndinni ég heyrði þetta sko, ég tók þetta þannig að þegar hann sagði þetta þá var hann svona svolítið eins og J.R.R. Martin sko, þegar hann er að tala við framleiðenduna áður en að gera þættina þú veist, ok, hver er þá Mama Jon Snow eitthvað svona, þú veist, ég held að hann væri meira svona þar þegar ég heyrði þetta það getur vel verið að ég sé að miskilja en þú veist sko, ég trúi þess ekki sko, ég held að I believe in Cameron sko, ennþá þú veist, ég held að Cameron sé svona miklu meira power heldur en og miklu betri samningsstöðu í rauninni hvað var að Disney þó að Disney sé sko risastórt veldi þá er hans nafn risastórt líka og Disney veit alveg að það er asset sem er hérna og Avatar og hann og allt þetta er asset sem ber að það verður að græða pening sko. já, en það, þú veist
Þetta er stór ástæður it goes both ways, skilur. Ég held að James Cameron sé alveg, sé svona, hann er svona Elon Musk típa, skilur, þú veist, hann er örugglega með bilandi trú á að, þú veist, hann veit alveg hvað hann er að gera og hann veit alveg að hann er, þú veist, hann er búinn að meika, skilur, hann er búinn, hann er, þú veist, hann væntanlega ekki gefið þau peninga. Hans hugarástand er örugglega allt annar staðar og ég held að, ég er ekki viss að hann sé eitthvað, það sé einhver ótti hjá honum með eitthvað svona creative dæmi heldur en hann bara, hann er, þú veist, það er tilfinning sem ég fæ, er að hann er alveg með, þú veist, hann veit alveg hvað hann er að gera og hann, treysti sér fullkomlega. Þú veist, sama hvað. Þetta er svona eins og þegar spurtuna Gunnar Nelson eða einhverja bardagamenn, ertu stressaður þegar þú ferð inn í hringinn? Það voru allir gett stressaðir fyrir hann, sko, en hann er ekkert stressaður. Hann er búinn að vera að æfa og þetta er bara, þetta er bara hans professional líf. Þannig að hann kemur inn í hringinn, þá er hann ekkert stressað, hann er bara rólegur, hann er kannski mér sem búinn að hugleiða eitthvað. Þú veist, hann er Þú vilt meina það að Cameron hafi ekki verið neitt stressaður? Nei, ég held að hann sé bara, þú veist, ég held að hann sé að gera það á réttum forsendum, þú veist, og ég held að þú veist, auðvitað náttúrulega það er þetta skilin tekjur, skilur, og það að hann hafi ekki verið viss sjálfur bendi mér á það, þegar hann sagði, sko, já, ef þetta floppar, þá bara, þú veist, látum við 3. myndina döga, sko, það hann hafi ekki verið, segir mér svolítið að hann sé ekki stressa sig yfir í hvort þetta floppi eða flopp ekki, skilur þú veist, hann sé ekki það stressaður yfir því í rauninni, hann er náttúrulega að gera aðra hluti, hann er að kanna Kyrrahafið, þú veist, fólk er ekki, þú veist, þótt að við þekkjum hann sem Cameron leikstjóra, þá er hann örugglega meira heldur en bara leikstjóri í hans hug, hann er fjölskyldufaðir eða eitthvað, þú veist, hann er með meira heldur en þetta brand sem hann er. Þannig að ég held að hann sé ekki stressaður yfir þessu. Á sama tíma þá þykir hann vænt þetta greinilega, út að hann er að gera príðilegt, finnst mér, sko. Já. Og síðan er þetta er svona reintroduction, svolítið, þú veist. Avatar 2 virkar fínt í, auðvitað er þetta svolítið svona svipað á Avatar 1, þetta er svona reintroduction, þetta er svona, hey, það eru 13 ára liðin, ok, let's go. Já, það er basically að segja. Hún minnir mig pínu á Force Awakens. Star Wars myndina. Já, ég get ekki verið sammála, eða þú veist, ok, hún er minni þig. Það sem meina með því er að Force Awakens kemur út, þá eru liðin 10 ár, síðan að síðasta Star Wars mynd kom út. Já. Og ef þú pælir virkilega í því, þá er alltaf bara, vá, þetta eru fyrstu myndinni, þetta eru Empire Strikes Back, þetta eru Return of the Jedi. Þetta er svona remake af fyrstu myndinni, til þess að kynna þetta svolítið fyrir nýri kynnslóð. Mér finnst þessi vera svo mikið þannig. Já, en svo bara smekksættri, hvort það böggi mann ekki. Nei, það er samt ekki það sem ég hef, þú veist, mér finnst það einmitt ekki þannig, mér finnst það að vera svona gott organic framhald af fyrstu myndinni, án þess að vera fallið þá grifju sem Force Awakens gerði. Að vera bæst bara remake. Já, þú veist, ég er algjörlega þannig að mér finnst þetta að vera svona, hvað heitir það, svona ekta. Þú veist, mér finnst Avatar Way of Water vera pínu ekta, er svona vera, þú veist, það virkar fyrir mig eins og það sé ekta. Okay. Eins og Force Awakens virkar svona eins og það sé, þú veist, eins og það hafi verið búin til af einhverju markastheimi. Mér leið þannig með Avatar 2. Einunni spurning, að því hún tala handrit og við erum sammálum, ég er líka sammála því, mikilvægasti bíómynd er handrit. Það er nú eitt, ætti ára 1 og 3. Já. Handrit er basically að það skipta fyrst mér í 3 parta, plott, karakterar og dialog. Já. Myndu ekki segja það? Jú. Hvað finnst þér að þessu þrennu vera mikilvægast? Þetta er svo erfið spurning, sko. Þú veist, plott, er það karakterark? Nei, plottið er bara hvað gerist í sögunni. Já, en boðskapur. Finnst þér það eitthvað? Það er alltaf partur af þemu, myndi ég segja, eða theme í myndinni sjálfri. Það getur verið 4. liðurinn. Dýftin og boðskapur finnst mér vera oft, sko, skipta, ég veit ekki, þetta er svo erfið spurning, Hafsteinn. Mér finnst auðvitað svarið. Eða það? Mjög auðvitað. Og ég segja hvað svarið er? Plottið. Persónur.
Já, ok. Þú getur hort á tökum bara Dazed and Confused. Já. Hvað plottið í þeirri mynd? Já. En þú vilt hanga með þessu fólki. Já. Mér finnst að persónu verður nummer 1, 2 og 3. Ef að dialógi ekkert sérstætt, það sleppurlega, mér finnst ógeðslega gaman að hanga með þessu fólki. Jú, þetta er enda og mjög mér langar að fara með þessu fólki annarkvort í ævintýri, rómans. Hei, þú ert að hitta mjög góðan punkt þarna. Þú veist, þegar þú segir það, þá er þetta líka ákveðin skoðun sem ég hef haldið fram lengi. Það er það, þú veist, casting er oft eitt vannmennasta, eða svona mikilvægasta sem getur gert í kvikmyndum á samt handriti, þá er líka casting. Personur, góðu leikar auðvitað leika Harrison Ford er Indiana Jones. Já, ég veit það. Skilur, þeir saman búa til Indiana Jones. Ég veit það. En ef að Indiana Jones var ógeðslega flatur og leðilegu karakter, og væri þér þá ekki alveg sami væntið? Jú, það er það sem ég er að segja. Sko. Casting skiptir svo gríðarlega miklu máli og ég tók einmitt umræðan um Matrix til dæmis daginn. Setti á kvikmynd og prófa að sjá sko. Ég sá það. Ég vil langaði svo að kommenta. Ég veit það. En það er, þú veist, þetta casting dæmi, sko. Er að, þú veist, Þú var frekar að Johnny Depp. Já, það er nefnilega máli, sko. Ok, myndin er eins og hún er. Þú veist, það mun enginn breyta hvernig Matrix er, skilur. En það er gaman að... Neo í þessu tilviki. Það er gaman að láta hugan reika. Skilur. Og svo sá ég einhvern mann Johnny Depp svona í Nick of Time, þú veist. Ég var bara svona að skoða svona á Google Image, ekkert myndina aftur, bara svona hönnunina sko og var svona að skoða, var að ímynda mér sko hvernig það væri ef að Johnny Depp hefði tekið hlutverkið eða jafnvel bara Ewan McGregor, bara prófum það bara, þú veist, eitthvað svona Ewan McGregor væri, þú veist, með gleru, eitthvað nörd, eitthvað staðar, þú veist, eitthvað tölvuhakkari og síðan hugsaði Keanu Reeves og Keanu Reeves er frábær manneskja, það má ekki tala illa Keanu Reeves og svona, en ég ætla að brjóta það á reglu og segja bara, mér finnst hann bara ekkert sérstakur leikari, mér finnst hann bara alltaf sama, þetta er svona, hann er ekkert leiðilegur, þú veist, hann er ekkert eitthvað svona alveg fráhindrandi leikari, en hann er svona eins og Bruce Willis, svolítið, fyrir mér, svona þessi sem er alltaf sami, og margir segja sko, þú veist, að Robert De Niro sé, eitt besti leikari í heimi, ég hef aldrei skilið það, því mér finnst hann alltaf að vera svona gett svipaður. Eitthvað, þú veist, ég bara... Já, ég meina það er þín skoðun og bara gegja. En á sama tíma, þú veist, ok, ég samt verða að nefna það, Robert De Niro á moment sem eru svo mikið gull, þú veist. En Bruce Willis eða Keanu Reeves, mér finnst þeir aldrei eiga þessi moment. Skilur, þeir eru... Má ég koma með 1 punkti saman til Keanu Reeves í Matrix, fyrstu? Já. Þú byrjar að þráð í kveikmyndaámanum. Þú varst ekki beint að tala um Matrix, þú varst að tala um bara hefði kannski mögulega eitthvað annað verið góður sem Neo. Já, þetta var bara svona hugmynd, hvað er það, hugleiðing, en ekkert eitthvað alvarlegt. Nei, en það er eitt sem ég langar að segja, því mér finnst það bara Keanu Reeves vera perfect casting sem Neo. Þú tala um eitthvað, mér finnst hann ekkert góður leikari eitthvað. Og hann hefur stundum fengið þá gagnrýni, hann er svolítið svona stirður leikari. En mér fannst það perfect í Matrix, hann er að leika karakter. Já. Hann er að leika rauninu 2 karaktera. Það er Neo í Matrix heiminum og svo Neo eða Thomas Anderson í raunverulega heiminum. Mér finnst það svo brilljant að þessi Keanu Reeves, fyrir auðvitað það hann er rosa flottur í slagsmálatriðum, ég seti spurningumarki við Johnny Depp þar. Já, kannski. En var hann góður í slagsmálatriðunum? Þú veist, Keanu Reeves? Já. Það var svo mikið eitthvað... Nei, já. Það var ekki bara allir geta gert þetta? Ok, ég ætla að klára punktu minn. Þú er kannski ekki sammála. Maður verður að leika sér líka. Algjörlega. Ég bara sættir mig í gleymi þess að þetta segja. Það hefur skjáð. Mér er svo perfect casting af því hann er að leika mann sem býr númer 1 í gerviheimi. Þá er alltaf læg að vera smá styrður, finnst mér. Og svo leikur hann mann í alvörheiminum sem hefur aldrei verið lifandi. Þannig að mér er alltaf læg að setja með leikara sem er kannski svolítið svona, hann er ekki besti kannski leikari. Hann er ekki lélegt fitt, ég ætla ekki að segja hann sem lélegt fitt, skilur. Þess vegna er þetta skemmtileg hugleiðing, þess vegna er þetta erfitt sell frá mér, skilur, út að hann er ekkert lélegt fitt, hann er alveg ágætis fitt sem Neo, þannig séð, fyrir mér. En ég fór bara að hugsa þetta, sko, út að sagan er svo geggjuð, þú veist, Matrix-sagan er svo fucking geggjuð. Og ég var að spá í sko hvort að það sem ég finnst svolítið döll við Keanu Reeves hafi dregið
söguna niður, skilur, eða þú veist, hafið fyrir dreif þig, myndina niður. ef þetta er annar leikari þá er kannski mjög pottþétt. Og það, þú veist, þó að hann sé ágætis fitt, þá er ekki það með sagt að það get ekki annar hafi verið ágætis fitt líka. Fitt fyrir karakterin Neo. Já, við munum aldrei vita. Við munum aldrei vita, en þetta er eitthvað svona sem ég meina líka þegar ég tala um casting, bara ef við tökum þetta aðeins út fyrir dæmið, er að casting skiptir svo gríðarlega miklu máli að ná ekki bara rétt, heldur ná einhverjum göldrum fram, þú veist, eins og þegar hann Tarantino kastaði Vincent Vega, eða hann kastaði John Travolta sem Vincent Vega, þú veist, þá einhvern veginn, það er eins og það hafi bara verið átti að gerast, skilur, það er svolítið eins og það hafi verið svolítið svona written in the stars, svolítið, þú hefði ekki geta verið neitt annað, sko. Ég held hann að vilja Nick Cage. Já, nei, hann vildi, já, Ég held það. Ég er alveg að sjá það samt. Það var einhver annar, það voru einhver Nokkrir sem kom til greina. Og Ég held að Cage hafi verið mjög ofalega hann. Já. Held ég. Það hefði ekki, þú veist, en ok, Avatar allavega, þú veist, það sem ég var bara pæli, ástæður ég var að kannski setja handriðnir í nokkra parta, að því ég vilja horta á myndir. Ok, tökum dæmi. Brokeback Mountain. Hefur séð hana? Ég er ekki ennþá búin að sjá hana. Ok, skipti ekki öllum máli. Allt er góð. Það er miklu meiri karaktermynd heldur en plottmynd. Já. Það er ekkert eitthvað svaka sagin eða svaka plott. Nei, mitt. En ástæðan mjög góð er því ég er með svo svakalega skemmtilega og góða sterka karaktera. Já. Tenet finnst mér andstæðan. Það er plottmynd. Já, ég mitt. Skilur hvað er að fara? Já. Það er svaka saga, svaka plott. Já. Það vantar síðan Mér fannst vantar karaktera. Já. Og svo er líka svo áhugavert hvað fólki finnst mismunandi karakterar, eða hvað leikarar, eins og kannski fílar einhver Matt Damon, en við, eða þú veist, fíluðum ekki Matt Damon þegar hann var yngri eða eitthvað, og svo er líka, eins og til dæmis Batman nýja myndin, þú veist, mér finnst það bara mistkast ársins, skilur þú veist, og það er bara fyrir mér, og ég var alveg opinn, ég var alveg svona fyrir myndina, ég var, ef ég á að vera hreinskilin, þá var ég alveg svona, ok, Jokerinn, hvað heitir hann, Heath Ledger, skilur þá voru allir á móti því og svona, þannig að ég var svona, ég fór inn í myndina og þegar hún byrjaði, þá var ég bara, ok, þetta var geggja mynd, ég var alveg þar, skilur, ég vildi hafa hana geggjaða mynd og reynda byrjunin virkaði bara, þetta verður geggja mynd, þú veist, og það var svona rare window feelingur og svona, og maður svona, spennandi. Ég hata þú veist það að þeir notu Pattinson hana sem Batman, En má ég það spyrja hennu, ef þeir hefur skipt út að því ég er að aðgreina líka leikaran versus karakter sem er skrifaður. Já, og líka karakterinn sem var skrifaður var líka lélur. Já, ok, þannig að þið var líka karakterinn lélur. Að því ég var að pæla, ef þetta hefur verið Christian Bale, fílar hann? Sem Batman? Já, ég fíla það. Ef þú hefur sett hann í bara taka, ég veit að hann er búin að leika Batman. Það hefði ekki passað heldur, hefur þá fílað myndina betur? Ég veit það ekki, en þú veist, karakterinn var illa skrifað líka, fyrir mér. Batman er ekki að segja við Alfred, þú ert ekki pabbi minn, eitthvað. Það er ekki Batman fyrir mér, það er bara einhver úlingur sem er, týndur. Ég get 1-2 tíma að tala um Batman, við veitum ekki að ég veit það, en ég vildi bara segja þetta á þér upp á kastið og persónuleika og Avatar. Af því ég er hann að áttum á því, þú veist, eru virkilega sterkir karakterar í Avatar? Já, mér fannst til dæmis, ég elska svo Saldana sem leikonu og ég elska hvað hún passar vel inn í, Hún er svo lítið í 2. Og já. Ertu sammála því? Eflaust, jú, það er, þú veist, það er ekki. Hver er aðalkarakterinn í 2? Það er strákurinn, Hvalagurinn? Það er líka sagan milli, avatarinn hjá herrstjórunum og Spider. Þú veist, þannig að það er Þessi 3, myndur þú segja það? Já, svo er það líka Sigourney Weaver unga. Stelpan. Já, stelpan. Þannig að þetta ég myndi segja að þetta það er strákurinn sem er að Hvalagurinn? Já, sem er að tala við hvalinn og hjálpa honum og vingjast við hvalinn og svona. Og svo vondikallinn, Spider já, og Weaver. Já, Weaver.
Það eru svona aðal karakterinn sem við verið að kynna og mér finnst þeir skemmtilegir. Þó hann segi bró þessi strákur, þá ég var bara að nitpicka. Fyrir utan það, þá fannst mér hann alveg svona... Þér finnst það solid karakter? Já, mér finnst það solid karakter, ég tengi við hann, skilurðu, ég tengi við þetta að hann sé ekki tekin alvarlega af pappa sínum með eitthvað og þú veist, hann vilji vel en hann fær samt aldrei break og síðan bara, ég fæ hvort það aldrei break, þannig að fuck you, skilurðu, þú veist, ég tengi við það, þá, story arc, það er svona minni mig þegar ég var úlingur svolítið. Já, eins og sagði hann, þú greifst svolítið í hann. Já, og svo líka Zoe Saldana, nei, ekki Zoe Saldana, Weaver, þú veist, ég fílaði hana, ég fílaði hvað hún er gracious, tengd, svolítið frík, skilurðu, á erfitt með outcast og svona, og ég fílaði, þú veist, það, hversu fallegt það er í rauninni og líka hvað, þú veist, bara systkinin standa saman, þú veist, og það er svona smá einelti í gangi, eða svona smá stríðni í gangi sem er bara svona svolítið eins og gerist í raunveruleikanum, skilur sem er svona mannlegt, eða svona, þó þetta sé ekki menn. Þannig að þú ert á mögulega með að hvernig þú lýsir þessum karakterum og hversu hrifin þú ert á 2, þú ert spenntari fyrir frekara ævintýrum með þessum karakterum. Já, núna er ég búin að kynnast þessum karakterum og Jake Sully og Zoe Saldana karakterin Neytiri eru orðin ennþá tengdir og þau eru búin að upplega Loss saman líka sem er svona, þú veist, örugglega heldur ennþá meira og það er þessi fjölskyldugildi sem koma fram og það er tilgangur föðursins sem er, þú veist, sem kemur fram, þú veist, að venda og svo leiðis og allt þetta finnst mér vera svona bæði gildislaðið og góður grunnur til þess að halda með þessum karakterum í framtíðinni í þeim ævintýrum sem þau þurfa að fara í gegnum og bara Sam Worthington, þú veist, var bara fæddur í þetta hlutverk, þannig að fyrir mér er þetta svona eins og kannski þér finnst með Neo, er að, þú veist, mér finnst hann bara passa svo vel inn í Jake Sully hlutverki og hann kom alveg fram nóg mikið fyrir mig, skilur þó hann hafi ekkert verið allan tíman í myndinni, þá var hann alveg nóg. Þegar það var nóg mikið svona presence í myndinni. Já, þú veist, ég þurfti ekkert að hafa hann allan tíman, skilur mér finnst hann ekkert endilega, mér finnst gaman að fá þetta bara svona alls konar, svona að fá svona Game of Thrones svona svolítið feeling, þú veist, fyrst stækka hópin. Já, stækka hópin, þarna ertu með Tyrion, þarna ertu með Jaime Lannister og þarna ertu með Svo þú jafn sterkir karakterar? Sko, náttúrulega Game of Thrones er náttúrulega bara einstakt, skilur. Það er náttúrulega bara, ég elska Game of Thrones. Nei, ég get ekki sagt það. Tyrion Lannister er uppáhaldskarakter bara ever. Það er svona 40 sjúkir karakterar. Ég veit það, þetta er alltaf vel skrifað. Ok, allavega, ég ætla ekkert að fara inn að snúa þér, ég vissi ósamlega, það er gaman. Það er geggjað. Það er ekki oft sem ég gera svona þætti. Það fær mig líka til þess að, sko, þú veist, þurfa að, ok, af hverju finnst mér þetta gott, sko. Þá þarf ég að, og ég býst ekki við neinu minna frá þér, þú ítir mig áfram. Já, mér finnst gaman þegar það reynir bæði á mig og gesti minn. 100%. Þú komast með nokkur góða punta 100%. sem að ég er að meðtaka og melta og ég skil líka núna, því ég hugsaði með mig fyrir þáttin, ég verða að fá Jóhann til að segja mér af hverju fílar þessa mynd. Þú komast með mjög góðan punkt, þú tengir svolítið við strákin og málið það er bara nóg. Þú veist, ef þú tengir við hann. Já. Og ég tengi líka við, þú veist, Jake. Já, ég nefndi strákin aðalega því að, hann er kannski svona aðal... Ég tengi líka við Jake, hann er líka cool. Já, því að hann er kannski aðalkarakterinn og það er mjög líklegt að hann verði hann ekki stærsti karakterinn, væntanlega. Af því að heitir ekki mynd Tulkun Rider eða eitthvað. Tulkun Rider. Tulkun Rider. En er það ekki hann? Er það ekki Jake? Nei, það lítur að vera strákurinn. Tulkun dóttir er hvaladóttir. En þú veist, Tulkun er hvaladæmið. Já, það lítur á strákurinn. Já, Tulkun er hvalurinn, alveg rétt. Já. Sully lítur á degi mynd 4. Please ekki. Ég held að vera eitthvað svo þess. Mér finnst þannig svo, anyway, já, ég veist, þetta er, Zoe Saldana, ok, eitt í viðbútt. Komdu með, við erum fara að slá bátinn í það. Zoe Saldana, þú veist, shit maður, hún er svo góð leikona. Hún er svo skemmtileg, hún er alltaf í einhverjum svona nördamyndum, hún er Star Trek, hún er Avatar. En hún er komið leið á þessu, hún sagði eitthvað. Já, hún sagði að hún er búin að vera föst í þessu Friends. Hún var líka í... Guardians. Hún var í Guardians, já, og þriðja myndin að fara að koma út.
Já, en það held ég síðasta mynd Það er þriðja, já, þetta er svona trilógia. Ég held að hún sé svolítið spennt fyrir að fara að gera eitthvað aðeins hana. Já, ég finnst það gaman hvað hún er í þessu nördaheimi mikið, sko. Já, en þú veist, það er svolítið... Þú manst eftir hérna þegar hún lék hérna í Terminal. Hefur þú séð Terminal? Með Hanks? Já. Er hún í henni? Hún er í henni. Ég var bara steiklega með því. Og hún er Star Trek nördi í henni. Jú, og svo fekk hún að leika Star Trek karakter og þú veist, þannig að mér finnst það svona, ég er bara að fylgjast með henni svolítið svona, þú veist, með gegnum árin. Hennar leið inn í nördaheiminn. Já, í rauninni og fá bara að vera immersed og gera það sem henni. Var hún í Terminal? Hún var í Terminal, hún var Star Trek nörd í Terminal, hún gerði svona, þú veist, Spock dóttir hann? Já, Spock merkið. Ég er svo liður í. Live long and prosper. Ég veit þessi. Live long and prosper, people. Live long and prosper. Og já, ok, þú veist. Zoe Saldana er frábær. Ég held að ég sé búin að covera allt sem ég fannst geggjuð þessu mynd. Þú veist, hún er alls ekki gallalaus, en fyrst þú varst svona meira on the fence, þá þurfti ég náttúrulega að vera hinn, eða síluru. Það er gaman. Það er gaman að rökraða bíl. Það er gaman. Þannig að, þú veist, þó ég segi ekki að hún sé gallalaus, þá það sem hún er vissulega að einhverju leiti, það er náttúrulega... Við erum alltaf búin að fara aðeins yfir það, en ég var þá að segja líka að ég vil ekki ljúka þess að þætti í einhverju neikvæðni. Þráttur að allt sem ég búin að segja, þá er hún ógeðslega flott. Og þetta er besta 3D sem ég séð. Og frame-rate-dótið, ég tók eftir því, hvernig það breyttist, það böggaði mig ekki þannig. Ég náði alveg svona að njóta þess að horfa og ég er ánægð með líka að 3D er það gott að það er ekki lengur svona ghosting effekt. Þú veist þá kannski, ef þú varst að horfa 3D, ég ætla að segja gamla daga, þú veist, 2009, það var svona ghosting effekt á öllu. Þannig að eins og ef ég var að horfa þig, þá var eins og að önnur útlín af hendinni. Eins og það var smá draugur í 3D-inu. Það var svolítið böggandi fannst mér í 3D-inu í gamla daga. Já, ok, það er alveg farið núna. Ég tók ekkert eftir núna, nema bara það sem textin var. Íslenski textin. Já. Textin poppaði út. Já, ég las ekki textan. Mér fannst það truflandi, sko, að vera alltaf að skipta. Það er öðruvísi að skipta milli að horfa á í 3D. Þannig að ghosting-dótið farið, 3D er alveg bara gullfallegt. Og ég hvet alla, ég sagði líka í áramóta þættinum, ég hvet samt alla til þess að sjá þessa mynd. Það er ekkert líkt þessu. Þetta er rosalega rætt. Þetta er mjög skemmtlegt, sko. Eða, þú veist, mér fannst það mjög skemmtlegt. Þetta er svona rætt, einmitt. Hvort sem líka betur að vera, þá er þetta upplifunin er svolítið einstök. Já, hún er alveg þess virði. Já. Ekki látið það framhefða fara. Nei, að þú veist, allir saman hvað ég segi, eða þú og einhver, það er alltaf að fara á þessa mynd. Allir að fara á þessa mynd, sko. En, þú veist, mér finnst það alveg töluvert betra og gæða meiri heldur en þessi jólablockbuster sem hafa verið að koma eins og Star Wars, þú veist, endurgerð, eða nýju myndirnar Star Wars og svona. Það var alltaf rusl. Mér finnst hún alveg svona mörgum stigum fyrir ofan það. Þú veist, þannig að ég held að, þú veist, það er gott. Þú veist, það er svona, ok, fyrir mér. Þú ert spenntur 3, 2 ári hana, þú ert ekki að bíða í 13. Já, ég veit það. Það er 2024. 24, kemur næsta. Já, þetta er bara búið að vera mjög svona skemmtlegt og ég bjóst kannski ekki við miklu og þá kannski verður þetta betri upplifun. Auðvitað að segja það alltaf. Ég er mjög spenntið svona heyrleiki ef þú sér hann aftur, hvort það er í bíó eða Blu-ray eða eitthvað. Já, endilega, ég skal bara þú ert búin að melta hann eins, það getur vel verið að þú er bara, herðu, þetta er bara geggjum mynd, eða hún kannski finnst hún betri eða verri, það kemur ljós. Það er alltaf áhugavert með svona spektakulmyndir. Þetta er svona risa blockbuster mynd og þetta var svo mikið, og þú líst líka bara bíóferðinni. Bíóferðin var góð, sko, þú veist, þannig að það getur hafa kert líka upp, sko, jákvæðina hjá mér, þú veist. En ég vil taka fram að ég var alveg í góðu skapi, ég var ekki eitthvað, ekki byrrað í bóma. Nei, en það maður getur verið, sko, ég fór á Matrix 4 og ég get sagt þér að ég held að ég hafi bara, ég var í ágætt skapi og bara keyrði bara skapið mitt niður, bara, ég var bara... Það var ekki mynd fyrir mig. Svona, já, nei, ekki. Matrix 4. Herri, fyrir að slá botninn í dag, Jóhann, þetta er búið að ógeðslega gaman, bara takk hérlega fyrir að koma. Geggjað maður, takk fyrir að bjóða mér. Það er alltaf gaman að kíkja í spjall og það er gaman að hafa á svona sérstakt svona avatar. Þú veist sérstakann avatar þátt. Já, bara. Þá getur næst, Jóhann. Þá getur næst.